Fundur settur í sveitarstjórn Norðurþings. Þetta fundur númer 163 og við erum hér stödd á Sjóminjasafninu á Húsavík. Það einn varafulltrúi með okkur í dag á þessum alþjóðadegi heiðarleikans sem í dag. Herðu, við erum með 26 mál á dagskrá. Númer 1 ársreikningur Norðurþings fyrir árið 2025, ársreikningur Hafnarsjóðs Norðurþings. Gjaldskrá Hafna Norðurþings. Númer 4 viljayfirlýsing samstarf í tengslum við uppbyggingu og iðnaðarsvæðin á Bakka. Númer 4 ráðning slökkviliðsstjóra. Númer 6 eru atvinnumál í Norðurþingi. Númer 7 stefnumótandi byggðaáætlun. Númer 8 aldarafmæli Völsungs. Númer 9 fækkun fulltrúa í sveitarstjórn. Númer 10 farsæld barna. Númer 11 eru reglur sérstakan húsnæðisstuðning. Númer 12 óskum afmörkun lóðar á Kaldbakshöfða. Númer 13 umsókn lóðina Auðbrekku 2 á Húsavík. Númer 14 umsókn lóðastækkun og breytingu á gangstétt við Garðarsbraut 27. Númer 25 heimsókn þetta kemur á eftir fundagerðum. Númer 25 félagsmiðstöð og frístund. Og svo eru lokaorð á eftir fundagerðum. En fundagerðirnar eru fjölskylduráð, 2 fundir í skipulags- og framkvæmdaráði, 2 fundir í byggðaráði, 2 fundir í stjórn Hafnarsjóðs og 2 fundir Orkuveitu Húsavíkur. Og við göngum til dagskrár. Númer 1 ársreikningur Norðurþings fyrir árið 2025, en fyrir sveitarstjórn liggur ársreikningur Norðurþings fyrir árið 2025 til síðari umræðu og það Katrín sveitarstjóri sem hefur máls í þessu máli. Gjörðu svo vel, Katrín. Forseti og ágætu sveitarstjórnarfulltrúar. Hér lagður fram til síðari umræðu ársreikningur Norðurþings fyrir árið 2025. Fyrri umræðan hún fór fram í sveitarstjórn þann 25. mars síðastliðinn. Ársreikningurinn gerður í samræmi við sveitarstjórnarlög, lög ársreikningar, reglur gerð bókhald og ársreikningar sveitarfélaga og auglýsingar stjórnvalda reikningsskil sveitarfélaga. Síðari umræðan á að fara fram eigi síðar en 15. maí hvert ár, þannig að við erum vel innan marka. Starfsemi sveitarfélagsins skipt í A- og B-hluta og til A-hluta hjá okkur telst sveitasjóður sem aðalsjóður sveitarfélagsins, eignasjóður og þjónustumiðstöð. Og þetta eru stofnanir og sjóðir sem sinna starfsemi sem að hluta til eða öllu leyti fjármögnuð með skatttekjum. Til B-hluta teljast stofnanir sveitarfélagsins og fyrirtæki sem hálfu eða meiri hluta eru í eigu sveitarfélagsins og eru reknar sem fjárhagslega sjálfstæðar einingar. Og þau fyrirtæki og stofnanir sem við erum með í B-hluta eru félagslegar íbúðir, Hafnarsjóður, Orkuveita Húsavíkur ohf., Dvalarheimili aldraðra SF, leigufélagið Hvammur ehf. Og fjárfestingafélag Norðurþings ehf. Og ársreikningurinn fyrir árið 2025 hefur að geyma ársreikning sveitasjóðs og svo samantekin ársreikning fyrir A- og B-hluta. Og ég ætla að gera grein fyrir helstu lykiltölum í ársreikningi og útkomunni, en rekstrartekjur A- og B-hluta námu 7.103 milljónum króna á árinu 2025 og hækka 279 milljónir króna á milli ára eða 4,1%. Og þær greinast þannig að skatttekjur, það útsvör og fasteignaskattur og lóðarleiga eru 3.321 milljón og álagningar hlutföllin voru 14,97% í útsvari, 0,45 í fasteignarsköttum á íbúðarhúsnæði og 1,55 í fasteignarsköttum á atvinnuhúsnæði. Síðan voru framlög jöfnunarsjóðs sveitarfélaga 1.200 milljónir króna og aðrar tekjur 2.468 milljónir. Rekstrartekjur A-hluta eru 6.116 milljónir króna sem 6,9% umfram áætlun ársins. Og rekstrargjöld A- og B-hluta námu samtal 6.940 milljónum króna, þar af 6.092 milljónir í A-hluta. Og í samstæðunni, semst A- og B-hluta, þá eru laun og launatengd gjöld alls 3.904 milljónir króna og hækka 9% á milli ára, sem gerir 55% í hlutfalli af rekstrartekjum.
og launakostnaðurinn, hann var í heild 3,6% yfir áætlun í A-hluta og 4% í A- og B-hluta. En það var búið að endurmeta launaliðin að hluta til frá því sem áætlun var gerð fyrir árið með viðauka eftir gerð kjarasamninga. Kennarasamningarnir sem gerði voru síðasta ár, þeir vega þungt í hækkun launakostnaðar á milli ára eða yfir 10% og allt upp í 15% ef afturvirkar leiðréttingar eru teknar með. Gjaldfærð hækkun lífeyrisskuldbindinga er 528 milljónir króna samanborið við 219 milljónir króna árið áður og þetta er erfið stærð í samstæðinu hjá okkur og þarna vega til dæmis bara inn hækkanir launa og opinberra starfa á árinu því að þetta er liður sem að fylgir launaþróun. Annar rekstrakostnaður er 2101 milljón króna, þarna er búið að gjaldfæra endurgreiðslu farþegagjalda að fjárhæð 64,3 milljónum króna vegna dómsmáls sem að Hafnarsjóður tapaði á árinu 2025. Afskriftir eru 407 milljónir króna og fjármagnsgjöld eru 159 milljónir króna. Og ef að horft á stærstu málaflokkana og hvað þeir taka til sín í prósentum af skatttekjum, þá er það þannig að fræðslumál er langstærsti málaflokkurinn okkar með tekur til sín 45,17% af skatttekjum. Sameiginlegur kostnaður tekur 9,86%, það er málaflokkur 21 og æskulýðs- og íþróttamál taka 9,81%. Félagsþjónustan 7,89% en aðrir málaflokkar taka til sín minna en 6% af skatttekjum. Og rekstrar niðurstaða sveitarfélagsins samkvæmt samanteknum rekstrarreikningi A- og B-hluta er neikvæð 16,3 milljónir króna en rekstrar niðurstaða A-hluta er jákvæð 8,9 milljónir króna. Eigið fé A-hluta í árslok nam 2402 milljónum króna en í samstæðunni nam eigið fé 4527 milljónum króna samkvæmt efnahagsreikningi og hækkar 316 milljónir króna milli ára. Skuldir við lánastofnanir, þær lækka 142 milljónir á milli ára í samstæðinu þar sem að engin ný langtímalán voru tekin á árinu. Gert hafði verið ráð fyrir lántöku upp á 300 milljónir króna í fjárhagsáætlun. Heildarskuldir og skuldbindingar A-hluta eru 5.676 milljónir króna og í samstæðinu 8.046 milljónir króna. Veltufé frá rekstri er 758 milljónir króna í A-hluta og 944 milljónir í samstæðinni. Og handbært fé frá rekstri er 560 milljónir króna í A-hluta og 793 milljónir í samstæðinni. Þannig handbært fé A- og B-hluta er 1098 milljónir króna í árslok og hækkað 380 milljónir á milli ára. Veltufjárhlutfall samstæðunar, það er 1,98 í árslok samanborið við 1,81 í ársbyrjun, það er sterkt en að jafnaði er horft til þess að veltufjárhlutfall sé að minnst kosti yfir 1. Og skuldarhlutfall samkvæmt reglum fjárhagslega viðmið sveitarfélaga hækkar á milli ára, hjá samstæðunni úr 62% í 71%, en hjá A-hluta hækkar það úr 49% í 56% og þarna hefur til dæmis hækkun lífeyrisskuldbindinga áhrif á þetta hækkun skuldarhlutfallsins hjá okkur. En heildarfjárfestingar samstæðunar í varanlegum rekstrarfjármunum voru 976 milljónir króna sem er alveg vel yfir meðallagi hjá sveitarfélaginu og helstu fjárfestingar voru þessar, það var eignasjóðurinn, hann var samtals með 695 milljónir króna en helstu fjárfestingar þar voru í nýbyggingu frístundahúsnæðis við Borgarhólsskóla, 339 milljónir, framkvæmdir við Gervigrasvöll og Stúku, 140 milljónir og gatnaframkvæmdir við Ásgarðsveg á Húsavík og Rifós og Kópaskeri, 65 milljónir króna. Og Orkuveita Húsavíkur OHF fjárfesti alls fyrir 227 milljónir króna í veitukerfum og búnaði. En afkoma B-hluta fyrirtækjana, það er þannig að félagslegar íbúðir voru með jákvæða afkomu 38 milljónir, Hafnarsjóður Norðurþings neikvæður 189 milljónir, Orkuveita Húsavíkur jákvæð 187 milljónir, Fjárfestingafélag Norðurþings jákvæð afkomu 8,2 milljónir og Leigufélagi Hvammur EHF jákvæð afkoma 1,3 milljónir króna og Dvalarheimili aldraðra SF neikvæð 26 milljónir króna. Íbúafjöldin hjá okkur, það fækkaði 97 íbúa á milli ára. Við vorum í árslok núna 3000
117 íbúar, samkvæmt Hagstofutölum. Og með fundargerðinni þá verður birt endurskoðunarskýrsla með ítarlegum og mjög aðgengilegum skýringum á hinum ýmsu rekstrarþáttum og ég hvet nú fólk til að kynna sér hana. En reikningurinn hefur áritun óháðs endurskoðanda, það Níels Guðmundsson hjá Enor EHF sem gegnir því hlutverki og við þökkum gott samstarf við hann við gerð þessa ársreiknings. Svo vil ég þakka sveitarstjórn fyrir samheldni og samstöðu í störfum sínum fyrir sveitarfélagið. Mér finnst við vera að skila hérna góðum ársreikningi í því árferði sem við búum við í atvinnulífinu í dag í sveitarfélaginu. Og einnig vil ég þakka starfsfólki Norðurþings og stjórnendur fyrir sérstaklega góð störf á síðasta ári og sérstaklega þakkir frá fjármálastjóri og starfsfólk í fjármáladeild fyrir velunnin störfi gerð ársreiknings. Katrín hefur lokið máli sínu og Helena hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Helena. Forseti. Ég ætla nú ekki að fara í löngu og ítarlegu máli yfir ársreikninginn enda Katrín búin að gera honum góð skil hér í upphafi fundar og sömuleiðis vorum við búin að fara nokkuð vel yfir ársreikninginn á síðasta fundi sveitarstjórnar. En ársreikningur Norðurþings fyrir árið 2025, hann sýnir rekstur sem einkennist af ábyrgð og stöðugleika þrátt fyrir áskoranir í ytra umhverfi. Rekstrartekjur samstæðunnar námu eins og áður hefur komið fram 7.103 milljónum króna og voru umfram áætlun. Rekstrarniðurstaðan var betri en gert var ráð fyrir og A-hluti skilaði jákvæðri niðurstöðu sem staðfestir að grunnreksturinn traustur og vel stýrt. Á sama tíma var haldið aftur á útgjöldum og sem gerir okkur kleift að standa við þær skuldbindingar og fjárfestingar sem farið var í. Fjárfestingar á árinu námu 978 milljónum króna og fóru í nauðsynlega uppbyggingu fasteigna og innviða. Þrátt fyrir umfang fjárfestinga tókst að halda áfram að þeirri braut að greiða niður skuldir og styrkja stöðu sveitarfélagsins til framtíðar. Afborganir lána námu 247 milljónum króna og ný langtímalán voru óveruleg eða 25 milljónir króna, sem sýnir að fjárfestingar voru fjármagnaðar með handbæru fé. Þetta skýr vísbending ábyrga fjármálastjórn þar sem skuldir ekki látnar vaxa, heldur haldi í skýra stefnu að draga úr vaxtabyrði og bæta eiginfjárstöðu. Í árslok stóð eiginfjár samstæðunnar í 4.527 milljónum króna og handbært fé í 1.099 milljónum króna, sem undirstrikar traustan rekstur. Eins og kom fram í máli sveitarstjóra þá fækkaði íbúum 97 á árinu og voru 3017 í lok árs, sem gerir það enn mikilvægara að halda áfram að byggja upp atvinnu og þjónustu og aðdráttarafl svæðisins til þess á ábyrgum grunni. Endurskoðendur gáfu fyrirvaralausa áritun og staðfestu að ársreikningurinn gefur glögga og trúverðuga mynd af rekstri og efnahag sveitarfélagsins sem styrkir enn frekar þá niðurstöðu að fjármálum Norðurþings hafi verið stjórnað af festu og ábyrgð. Og mig langar fyrir hönd fulltrúa meirihlutans að leggja fram bókun og hefst á lestur bókunarinnar. Á kjörtímabilinu 2022 til 2026 hefur unnið markvisst að því að efla rekstur Norðurþings, styrkja innviði og bæta þjónustu við íbúa. Endurskoðun ársreiknings fyrir árið 2025 staðfestir reikningsskil sveitarfélagsins gefa glögga mynd af afkomu þess og efnahag og breytingu á handbæru fé. Rekstrartekjur A og B hluta námu 7.103 milljónum króna árið 2005 og hækkuðu 279 milljónir króna á milli ára eða 4,1%. Tekjur samstæðunnar voru jafnframt 6,6% yfir áætlun. Þetta sýnir að tekjugrunnur sveitarfélagsins var sterkari en varlega áætlað var. Á sama tíma hefur kostnaðarþrýstingur aukist, laun og launatengd gjöld námu 3.904 milljónum króna og hækkuðu 8,8% milli ára. Launakostnaður var 55% af rekstrartekjum árið 2025, samanborið við 53% árið áður, þrátt fyrir að stöðugildum fækkaði. Þá nam gjaldfærð hækkun lífeyrisskuldbindinga 528 milljónum króna sem veruleg hækkun frá árinu áður. Rekstrarniðurstaða sveitarfélagsins var betri en áætlanir gerðu ráð fyrir. Samstæða A og B hluta var rekin með 16,3 milljónum króna halla, samanborið við 48,3 milljónir króna í fjárhagsáætlun eða 32 milljónum króna betri en áætlað hafði verið.
A-hluti sveitarfélagsins skilaði jákvæðri niðurstöðu upp á 8,9 milljónir króna sem í samræmi við áætlun. Á árinu 2025 námu fjárfestingar í varanlegum rekstrarfjármunum 978 milljónir króna sem var mjög nálægt áætlun sem var 1,1 milljarður og 1 milljón króna. Varanlegir rekstrarfjármunir hækkuðu 971 milljón króna og námu 9.711 milljónir króna í árslok 2025. Meðal stærstu fjárfestinga voru nýbygging frístundar 339 milljónir króna, framkvæmdir við gervigrasvöll 140 milljónir króna, gatnaframkvæmdir við Ásgarðsveg 41 milljón króna, vegur í Suðurfjöru 36 milljónir króna og afleggjar við Rifós og Kópaskeri 29 milljónir króna. Þá fjárfesti Orkuveita Húsavíkur fyrir 227 milljónir króna í veitukerfum og búnaði. Þessi uppbygging hefur skilað sér í sterkari innviðum fyrir íbúa þar sem áhersla hefur verið lögð á börn, ungmenni og fjölskyldur. Í rekstri var áherslan sömuleiðis á börn, ungmenni og fjölskyldur með hækkun frístundastyrks, gjaldfrjálsum skólamáltíðum, morgunmat í grunnskólum, sumarfrístund, félagsmiðstöð og frístund. Þessar ákvarðanir skýra að hluta aukinn kostnað í fræðslumálum en nettó útgjöld til fræðslumála voru 113 milljónir króna yfir áætlun árið 2025, einkum vegna launakostnaðar kennara og skólamáltíða. Handbært fé sveitarfélagsins lækkaði á árinu og nam 1.099 milljónir króna í árslok 2025 samanborið við 1.480 milljónir króna í ársbyrjun. Þrátt fyrir lækkun veltufjárhlutfall samstæðunnar enn sterkt 1,81 en var 2,32 árið áður. Skuldahlutfall samstæðunnar hækkaði úr 62% í 71% en áfram langt undir lögbundnu 150% viðmiðun skuldahlutfall sveitarfélaga. Í atvinnu- og innviðamálum hefur verið unnið að fjölbreyttum verkefnum, meðal annars tengdum bakka, orkumálum, fiskeldi, byggðakvóta, hafnamálum og nýsköpun. Auknar skatttekjur og tekjur yfir áætlun benda til þess að þessi uppbygging sé farin að styðja við tekjugrunn sveitarfélagsins. Í heild sýna tölurnar að Norðurþing hefur ráðist í mikla uppbyggingu, bætt þjónustu við íbúa og haldið utan um rekstur með ábyrgum hætti. Áskoranirnar eru skýrar, launakostnaður og lífeyrisskuldbindingar og lækkun handbærs fé. En staðan sýnir jafnframt sterkan tekjugrunn, fjárfestingu til framtíðar og rekstur sem skila betri niðurstöðu en áætlað var. Helena hefur lokið máli sínu, orðið er laust. Hefur leyfi varaforseta? Forseti, ágæta sveitarstjórn. Við ræðum núna ársreikning hérna í síðari umræðu, þar sem að árið 2025 endurspeglar vel stöðu og þróun Norðurþings á kjörtímabilinu. Tekjurnar voru 6% umfram áætlun og tekjugrunnur sveitarfélagsins og búið að fara hérna yfir sterkur og hann þróast í jákvæða átt. Engu að síður hefur kostnaður aukist og laun og launatengd gjöld hækkað umfram áætlun þrátt fyrir að stöðugildum hafi fækkað. En mestu munar þar laun kennara eins og hér hefur verið farið yfir. En aðeins langaði með að gera tilraun til þess að útskýra lífeyrisskuldbindinguna sem hækkar langt umfram áætlun hefur mikil áhrif á ársreikninginn eins og lítur út. Þetta loforð það að þér verið borgaðir peningar í framtíðinni, það sé að þegar þú vinnur, þú greiðir lífeyrissjóð, þá safnast upp réttur og sjóðurinn skuldbindur sig til þess að borga þér lífeyri einhvern tímann seinna, svona oftast þegar þú hættur að vinna, og þá skuldbindingin sú að það verði að vera til peningar í þessu sjóði í framtíðinni, þó það sé ekki allir peningarnir til staðar í dag. Þannig að þetta svona ytri þáttur í rekstri allra sveitarfélaga og óvenju hátt hérna hjá okkur. Þannig að við erum að tala hærri laun í dag, hærri lífeyri síðar og stærri skuldbinding núna þess vegna. Og það verulegt umhugsunarefni, finnst mér, þegar sveitarfélög leiða ákveðna launaþróun í landinu, sem ekki endilega jákvætt. En á heildina litið reksturinn aðeins í halla og munar okkur rekstur Hafnarsjóðs að mestu. En rekstrarniðurstaða hans neikvæð þessar 189 milljónir króna. Þetta B-hluta fyrirtæki Hafnarsjóðs sem aftur farið að soga til sín peninga úr A-hlutanum. En þar í A-hlutanum eru peningarnir sem við notum til þess að reka okkar þjónustu, eins og sveitarstjóri fór hérna yfir. A-hlutin þessi svona daglega grunnþjónusta sveitarfélagsins, skólar, félagsþjónusta, stjórnsýsla, fjármagna með sköttum,
reki beint af sveitarfélaginu, hugsa til þess að veita þjónustu en ekki til þess að græða og B-hlutin síðan sem rukkar svona sjálfur fyrir sig, selur þjónustu og svo framvegis. Og þetta þarf allt saman einhvern veginn að standa undir sér eins og fyrirtæki. Og nú þetta B-hluta fyrirtæki Hafnarsjóði farið að soga til sín peninga úr púljunni sem áhyggjefni. En fyrir uppgang Bakka þá dró Hafnarsjóður til sín á sínum tíma fé úr A-hluta en Hafnarsjóður var í góðum rekstri á meðan Bakki væri í gangi og því lykilatriði. Því lykilatriði hefur verið gert af þessari sveitarstjórn og vonandi þeirri næstu að koma sem allra mestum tekjum fyrir í Hafnarsjóði Norðurþings, að fá tekjur þar inn. En þrátt fyrir þetta tekjufall sem við erum að tala árinu núna, þá rekstrarstjórn ábyrg og nást hefur að halda utan fjármálin við bæði erfiðar og krefjandi aðstæður. Ráðist í miklu uppbyggingu og því gengið á eigið fé, skuldahlutfalli 71%, á að vera undir 150%, staðan traust, veltufjárhlutfalli telst sterkt og skuldahlutfalli vel undir viðmiðum. Stóra myndin þess vegna að það alvarlegt tekjufall PCC. Tekjur engu sér að vaksa svona í stóru myndinni. Fjárfesting í innviðum mikil og markviss og áskorun í hækkandi launakostnaði og skuldbindingum vegna þess á sama tíma og það þarf áfram að halda áfram að byggja upp samfélagið. Við getum ekkert bara að setja allt í stopp. Og þegar á heildina lítið þá stendur Norðurþing á traustum grunni og rekstrargrunnurinn góður og í jafnvægi. Hallinn skýrist af þekktum stærðum og afmörkuðu tekjufalli, Hafnarsjóður og einskiptiskostnaður. Það ekki veikleiki í daglegum rekstri, heldur lykilatriði og látum þess vegna engan látum ekkert setja blekki fólk með þessari staðreynd, ekki einu sinni rétt fyrir kosningar. En framundan krefjandi verkefni, halda áfram að byggja upp með ábyrga fjármálastjórn, skýr forgangsröðun og áframhaldandi sókn í atvinnumálum og það forsendur áframhaldandi styrks og stöðuleika. Og í opinberu umræðu mikilvægt að byggja á staðreyndum og setja hlutina í rétt samhengi, tölur úr ársreikningi, sýna skýra mynd, rekstur sveitarfélagsins í grunninn stöðugur, tekjur hafa vaxið og uppbyggingin verið markviss. Áskoranirnar sannarlega til staðar, við þekkjum það öll sem hér sitjum, en þær þekktar og þær viðráðanlegar. Og það eðlilegt að séu skipta skoðanir áherslur og leiðir og svo framvegis. Hins vegar mikilvægt að umræðan sé heiðarleg og byggð á raunverulegum gögnum svo að íbúar geti síðan tekið upplýsta ákvörðun. En verkefnið framundan ekki að mála svart eða hvítt, heldur halda áfram að vinna af ábyrgð, byggja á því sem hefur tekist vel og takast af við áskoranir af festu og raunsæi. Og orðið laust. Enginn sem óskar eftir því að taka til máls. Þá vil ég biðja þau sem geta samþykkt ársreikningin hér í síðari umræðu fyrir árið 2025 að gefa merki með því að rétta upp hönd. Hann samþykktur samhljóða. Og við förum þá í mál númer 2 sem ársreikningur Hafnarsjóðs Norðurþings fyrir árið 2025 en fyrir sveitarstjórn liggur ársreikningur Hafnarsjóðs Norðurþings til síðari umræðu og það Eiður Pétursson, formaður Hafnarsjóðs sem byrjar það mál. Gjörðu svo vel, Eiður. Já, forseti, kjörnir fulltrúar. Það nú svo mikið að þessum tölum komið fram núna í umræðu ársreikning sveitarfélagsins en ég ætla aðeins að fara yfir fjárhagsstöðu og rekstur Hafnarsjóðs Norðurþings fyrir árið 2025 en eins og áður hefur komið fram þá tap Hafnarsjóðsins 189 milljónir á síðasta ári og samkvæmt efnahagsreikningi nema eignir sjóðsins núna 1063 milljónum og bókvært eigið fé í árslok neikvætt 1093 milljónir. Stjórn Hafnarsjóðs samþykkti viðauka við fjárhagsáætlun ársins 2025 á 37. fundi sínum þann 25. september 2025. Viðaukinni gerður til vegna tekjufalls sem rekja má til rekstrarstöðunar verksmiðju PCC á Bakka í júlí 2025. Samtals af fjárhæð viðaukans 122.500.000. Hann felur í sér lækkun á tekjuliðum Hafnarsjóðs og lagt til að mæta viðaukanum með lækkun á handbæru fé. Við versnandi afkoma Hafnarsjóðs má rekja beint til rekstrarstöðunar PCC á Bakka eins og áður hefur komið fram en einnig féll verulegur kostnaður vegna dóms endurgreiðslu farþegagjalda að upphæð 64 milljónir krónur á árinu 2025.
Þannig að þetta eru helstu staðreyndir málsins. Takk fyrir það. Eiður hefur lokið máli sínu, orðið laust. Áki hefur beðið orðið, gjörðu svo vel, Áki. Forseti, sveitarstjórn. Ég vil bara fá að nýta þetta tækifæri og það sem ég vantarlega út leið að þakka hafnarstjórn fyrir samstarfið og við höfum verið bara mjög vel samstíga í öllum þessum ákvörðunum okkar. En ég vil nú fyrst og fremst þakka Bergþóri Bjarna fyrir sinn þátt og þetta er búið að hvíla mikið á honum öll þessi mál og ég vil bara þakka honum sérstaklega fyrir sitt starf með hafnarstöðin. Takk. Áki hefur lokið máli sínu, orðið laust. Ekki fleiri sem vilja tjá sig ársreikning Hafnarsjóðs, þá göngum við til atkvæða og ég vil biðja þau sem geta samþykkt ársreikningin eins og lítur út að gefa merki með því að rétta upp hönd. Það er samþykkt samhljóða og við förum í mál númer 3 sem er gjaldskrá Hafna Norðurþings en á 43. fundi stjórnar Hafnarsjóðs var bókað að stjórn sjóðsins samþykkir fyrirliggjandi gjaldskrá vegna ársins 2026 og vísar henni til síðari umræðu og afgreiðslu í sveitarstjórn og það er Eiður Pétursson sem hefur beðið orðið, gjörðu svo vel. Eiður. Já, forseti, gjörnir fulltrúar. Ég ætla aðeins að renna yfir, það er ein breyting sem við erum að gera í gjaldskrá Hafnarsjóðs og það er þá grein nummer 16 og heitir geymslugjöld og leigugjöld og við erum að setja inn heimildir til að geta hægt sig að leigja ákveðnum aðilum þarna sérstök pláss á höfninni. Þetta er gert fyrst og fremst sem svona hugsanlega aðgerð sem að vera að reyna að semja núna varðandi farþegagjaldadóminn og það allt saman. En í 16. greininni tekið fyrir eru tvær greinar, það er leigugjald fyrir einkaafnot af hlutabryggju sem notanda hefur verið úthlutað á ársgrundvelli skal vera 52.500 krónur á fermeter. Gerður skal sérstakur samningur einkaafnot þar sem svæði til afnota er skilgreint. Langtímasamningur, heimilt er að gera langtímasamning hafnagjöld, farþegagjöld og leigu á mannvirkjum við notendur sem hafa varanlega afnota bryggju og njóta þannig sérstakra afnota af hluta hafnarinnar. Við ákvörðun gjalda samkvæmt slíkum samningi skal horft til umsvifa, stærðar afnotasvæðis og fjölda skipa viðkomandi notanda. Þetta eru þær breytingar sem við erum að leggja til að verði settar inn í nýja gjaldskrá Hafnarsjóðs. Takk fyrir. Eiður hefur lokið máli sínu, orðið laust. Ekki fleiri sem vilja tjá sig gjaldskrá Hafna Norðurþings. Þá vil ég biðja þau sem geta samþykkt gjaldskrána að gefa merki með því að rétta upp hönd. Hún er samþykkt samhljóða og við fyrir mál númer 4 sem er viljayfirlýsing samstarf í tengslum við uppbyggingu og iðnaðarsvæðin á Bakka en á 520. fundi byggðaráðs var bókað að ráðið samþykki fyrirliggjandi drög að viljayfirlýsingu og felur sveitarstjóra að klára vinnu við viljayfirlýsinguna og ráðið vísar málinu til afgreiðslu í sveitarstjórn og þetta er Solstice Material eða verkefnið Steypustöðin. Og gjörðu svo vel Katrín sem að byrja í þessu máli. Forseti, þessi viljayfirlýsing hefur ekki tekið neinum efnislegum breytingum frá því að hún var afgreidd í byggðaráði samhljóða. Þetta eins og kom fram í máli forseta þá er þetta við Solstice Materials sem er í eigu Steypustöðvarinnar að hluta og skipulags- og framkvæmdaráð hefur nú þegar bara á síðasta ári afgreitt leyfi til Steypustöðvarinnar fyrir
rannsóknum á svæðinu hérna austan Húsavíkurfjalls. Þetta snýr sem sagt að móbergstöku og hérna, tengdir aðilar hafa þarna aðgang að því rannsóknum á því svæði samkvæmt skilmálum sem að skipulags- og framkvæmdaráð hefur nú þegar afgreitt. Einhver kynni að segja og hérna jafnvel fussa yfir því að það sé verið að gera eina viljayfirlýsinguna verkefni á Bakka og ekkert sjáist gerast. En af hverju erum við að gera þessar viljayfirlýsingar? Það var gerð ágæt grein fyrir því, verkefnastjóri atvinnuuppbyggingar á Bakka gerði ágæta grein fyrir því í frétt á vefnum okkar í mars, þar sem að hann er að útskýra af hverju erum við að gera þetta. Þetta er bæði fyrir Norðurþing og fyrir fyrirtækin sem að sækjast eftir að koma. Og þetta staðfestir bara af okkar hálfu að við teljum að verkefnið eigi heima á iðnaðarsvæðinu á Bakka og að báðir aðilar hafi sameiginlega skilning á meginmarkmiðum og umfangi og ávinningi sem að verkefnið getur haft fyrir samfélagið. Og þetta eru skammtíma yfirlýsingar, þær renna út, þannig að ef að vörðurnar nást ekki þá er hægt að slíta slíkum viljayfirlýsingum. Og þetta eru ekki bindandi samningar, þetta bara gegnir því hlutverki að það sé hægt að undirbúa stórar framkvæmdir. Viljayfirlýsing skapar sameiginlega ramma utan verkefnið, skilgreinir hvernig aðilar hyggjast vinna saman og auðvelda framhaldsvinnu á skipulags-, leyfis- og hönnunarstigi. Og með því að leggja fram skýra viljayfirlýsingum stuðning og áherslur þá tryggir sveitarfélagið að hagaðilar geti treyst því að verkefnið njóti raunverulegs vilja og velvildar á staðnum. Þannig að við erum nú þegar með nokkrar viljayfirlýsingar í gangi verkefni á Bakka og allt þetta liður í að vinna sig að þeirri niðurstöðu að það geti komið gagnleg verkefni á Bakka fyrir okkur og samfélagið allt. Katrín hefur lokið máli sínu, orðið laust með leyfi varaforseta. Já, forseti, ágæta sveitarstjórn. Við erum að ræða þessa viljayfirlýsingu við Solstice Materials. Við erum þá að tala móberg sem er þessi sérstaka tegundan bergi sem myndast við gos undir jökli eða vatni. Heit kvika sem kemst í snertingu við vatn, brotnar smásamlan í fínar agnir og límist saman og á Íslandi er mikið af móbergi og er mjög algengt. Þannig að, já, við erum með eldvirkni og jökla, þannig að það gefur auga leið. En móbergsvinnsla þýðir að grafa móberg úr jörðinni, vinna það í efni sem hægt er að nota. Þannig að þetta felur í sér gröft, flutning á efni, mölun og flokkun og síðan selt sem byggingarefni og algengt í vegagerð í heiminum, undirlag fyrir byggingar, landfyllingar og stundum nota sem svona létt fylling af því þetta er léttara en svona hefðbundið grjót. Og það er auðvelt að nálgast móberg á Íslandi og efnið er ein af auðlindum Íslendinga og sement er ein mesta losun á CO2 í byggingariðnaði í heiminum og móberg getur virkað sem einhvers konar possolín sem er svona hvarfgjarnt efni sem að styrkir steipuna og þá þarftu minni steipu og losar minna og svo framvegis. En vissulega þarf rétta blöndu á móbergi og móberg er ekkert sama á móberg. Þannig að það þarf að kanna gæði efnisins og nú stendur það til hjá þessu fyrirtæki og þá öðru í þessum viljayfirlýsingu sem við erum að tala hér og vonandi koma rannsóknirnar vel út í sumar. Og þetta snýst þá í grunninum að draga úr losun með minni notkun á sementi en steypan haldi samt styrk sínum sem efni, byggingarefni. Og hér er hin hefðbundna varfærna viljayfirlýsing okkar sveitarfélagsins vilji til samstarfs. Engin lagaleg skuldbinding, allar skipulagsákvarðanir eru áfram í okkar hendi, því síður einhver fjárhagsleg áhætta fyrir sveitarfélagið og öryggisventil til staðar. Þannig að mögulegur ávinningur er að skapa störf, iðnaðarsvæðið á Bakka rúmar þetta vel og þetta rímar við stefnu sveitarfélagsins. Og við erum komið með viljayfirlýsing við annað fyrirtæki af sömu samskonar verkefni og það er bara spennandi að sjá að þetta getur verið á samkeppnisgrunni þetta verkefni, þessi tvö verkefni. En óvissu þátturinn núna er gæði efnisins austur af Gyðunjúk
En þetta eins og ég segi hefðbundin viljayfirlýsing, svona eins og við erum búin að vera að gera við önnur fyrirtæki, vilji til þess að vinna saman að framgangi mála og ástæða til þess að fagna því hvað svo sem gerist eftir sumarið og þegar rannsóknum lokið. Og orðið laust. Enginn sem óskar eftir að ræða þessa viljayfirlýsingu frekar, þá vil ég biðja þau sem geta samþykkt þessa viljayfirlýsingu eins og hún lítur út að gefa merki með því að rétta upp hönd. Hún er samþykkt samhljóða og við förum í mál númer 5 sem er ráðning slökkviliðsstjóra, en á 520. fundi Byggðarráðs þann 20. apríl síðastliðinn var til umfjöllunar ráðning slökkviliðsstjóra en umsóknarfrestur rann út 7. apríl síðastliðinn. Og ráðið bókaði að það leggur til við sveitarstjórn að Henning Þór Aðalmundsson verið ráðinn sem slökkviliðsstjóri Norðurþings. Og með fundabóði til sveitarstjórnar fylgdu gögn umsækjenda, minnisblað ráðgjafa fyrirtækis mat á hæfi umsækjenda og greinargerð frá ráðningar viðtali. Og tekið skal fram eins og kemur fram í gögnunum, Henning er löggiltur slökkviliðsmaður og hefur starfað við slökkvilið Norðurþings í rúm 20 ár, þar af í fullu starfi frá árinu 2017 og hefur jafnframt gegnt starfi varaslökkviliðsstjóra í 8 ár og verið settur slökkviliðsstjóri núna í tæpt ár. Umsóknargögn sýna að hann uppfyllir bæði lagalegar kröfur og hæfni til þess sem eru gerðar til starfsins og orðið laust. Já, Katrín hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Katrín. Forseti, ég vildi bara aðeins gera grein fyrir ferlinu frekar. Þetta var núverandi sá sem gegnir stöðu slökkviliðsstjóra var í tímabundinni ráðningu, þannig okkur bar að auglýsa þessa stöðu og þessi ráðning er á hendi sveitarstjórnar eins og hefur komið fram. Þetta var auglýst með góðum fyrirvara þannig að það var umsóknarfrestur var yfir páska, rann út 7. apríl og að loknum umsóknarfresti að þá vann hún Sigríður Ólafsdóttir í Mögnum, hún vann úr gögnum og í framhaldi af því að það lá fyrir að mjög gilda og hæfa umsókn var að ræða að þá ákváðum við samt að taka viðtal, ráðningarviðtal og við sátum það ég og Sigríður og Helena sem formaður Byggðarráðs og að allir þessari vinnu lokinni þá liggur fyrir tillaga. Byggðarráð hefur nú þegar farið yfir gögnin. Þannig að ég vildi bara gera grein fyrir aðeins með hvaða hætti ráðningin er. Það er mjög áríðandi að þetta sé rétt bókað því þetta er svona ráðningar samkvæmt lögum. Þannig að þess vegna er inngangurinn með þeim hætti sem hann er og kveður á að þið hafið öll kynnt ykkur þau gögn sem að liggja fyrir í málinu. Katrín hefur lokið máli sínu, orðið er laust. Enginn sem óskar sem eftir að ræða þetta mál, þá bara göngum við til atkvæða, þá vil ég biðja þau sem geta samþykkt eða staðfest þessa ráðningu slökkviliðsstjóra Norðurþings að gefa merki með því að rétta upp hönd. Hún er samþykkt samhljóða. Já. Á eftir málu nr. 5 kemur málu nr. 6 og við förum í atvinnumál í Norðurþingi en undirritið óska eftir umræðu atvinnumál í Norðurþingi. Það er meirihlutin sem leggur það fram og undir málinu er sem sagt drög að ályktun sem verður þá birt sem bókun hérna eftir og með leyfi varaforseta. Já. En sjáu þið þetta gögn á ykkur? Já. Ég sé þetta náttúrulega ekki á skjánum. Já, forseti, ágæta sveitarstjórn. Þegar það birtist skýrslan atvinnumál Húsavík og nágrenni, þá er dregin upp mjög skýr mynd af stöðunni eftir stöðvun PCC á Bakka. Að samfélagið hefur orðið fyrir beinu áfalli með því að tapa 120 störfum
og 40 til 60 afleiddum störfum sem hefur þegar haft áhrif á íbúa, tekjur sveitarfélagsins og rekstur hafnarinnar eins og hefur komið hérna fram. Þrátt fyrir þetta bendir þessi góða skýrsla á að grunnforsendur fyrir uppbyggingu þær eru sterkar. Á Bakka eru þegar til staðar innviðir sem það hefur miklu verið kostað til í allri fjárfestingu og nú eru raunveruleg verkefni í skoðun, þar á meðal móbergsvinnsla, landeldi, gagnaver, álúrvinnsluverkefni og fleira. Og fyrir eru öflug fyrirtæki í sveitarfélaginu, ein stærsta fiskvinnsla í saltfiski á Íslandi, ylrækt í meira en öld og 4. kynslóð grænmetisbænda, stærsta sauðfjársláturhús landsins, 4 fiskeldisfyrirtæki, 140.000 einstaklingar koma í hvalaskoðun, 350.000 einstaklingar koma í þjóðgarðinn í Jökulsárgljúfrum, fyrirtæki í iðnaði sem framleiða timburverki, stórar stofnanir allt land og helstu byggingar, bara eins og þjóðarhöllina sem Harpan, nýsköpun og hugverk víða og hér eru framleidd rækjutroll á heimsmælikvarða sem annar enga veginn eftirspurn í Evrópu. Og svona mætti lengi telja. Leið og við hyggjumst byggja síðan eitthvað nýtt, þá þarf að treysta á það sem að fyrir og fyrirtæki eru það sem halda samfélaginu gangandi og við þurfum að róa því öllum árum að skapa störf, skapa tekjur til að standa undir velferðinni. Ný verkefni eiga semst að bætast við, ekki koma í staðinn. Við þurfum að styrkja stoðir atvinnulífsins sem mest við getum og okkar ákvarðanir ganga meðal annars út á það að styrkja stoðirnar, sjávarútvegur, ferðaþjónusta, iðnaður, orka, landbúnaður, skapandi greinar og hugverkaiðnaður. Það eru mörg störf og verkefni í pípunum og þingeysk samvinna skiptir máli, enda staðan viðkvæm sem fylgir óvissu varðandi ný verkefni. Samhliða auknu atvinnuleysi myndast þrýstingur á ríkið með aðkomu. Hvað ef að 4.200 einstaklingar myndu missa vinnunni í Reykjavík? Það væri búið að gera eitthvað miklu meira heldur en er verið að gera hér. Það er eðlilegt að í svona stöðu séu skipta skoðanir og jafnvel gagnrýni, en það sem skiptir máli er hvernig umræðan er tekin. Ef við festumst í því að horfa eingöngu í baksýnisspegilinn eða drögum upp mynd að það sé allt slæmt, það hjálpar hvorki fólkinu sem stendur í erfiðum aðstæðum né þeim verkefnum sem framundan eru. Staðreyndirnar sýna að áfallið sem hér varð er raunverulegt, en þær sýna líka að tækifærin eru til staðar. Verkefnin á Bakka, áhugi fjárfesta á innviðir sem að þegar hafi verið byggðir upp eru ekkert einhverjar hugmyndir heldur raunverulegur grunnur en næstu skrefu. Það snýst ekki bara störfin sem hafa tapast, við erum að tala efnahagslegt og samfélagslegt áfall. Samtal við ríkisvaldið hefur verið gott en viðbrögð kannski undir væntingum því miður. Og við þurfum að binda hlutina saman á eitthvað svona trúverðugan hátt og þá er mikilvægt til þess að horfa á það sem að liggur fyrir framan okkur. Innviðirnir eru til staðar, fjárfestingin hefur verið mikil og raunverulegir áhugi fyrir fyrirtækja á nýjum verkefnum. En uppbygging gerist ekki á einni nóttu, hún tekur tíma, krefst þolinmæði og samstills átaks. Á meðan er mikilvægt að missa ekki sjónar á því að svæðið hefur alla burði til að verða öflugt og sterkt svæði. Öflugt atvinnulíf, þekking, innviður og samfélag og það hefur byggst upp á löngum tíma og mun taka tíma að snúa þessu við aftur. Verkefnið er ekki að velja á milli gagnrýni og bjartsýni, heldur að byggja á staðreyndum og vinna saman að lausnum. Og orðið lausn. Helena hefur beðið morgun svo vel, Helena. Já, ok. Forseti, mér langar aðeins að taka til máls undir þessum lið og það er að taka undir margt sem kom fram í máli sveitarstjórnarfulltrúa Hjálmars Boga Hafliðasonar hér rétt á undan. En mér langar til viðbótar að vekja athygli á gögnum sem snúa að atvinnulífi og ekki bara í Norðþingi heldur á Norðurlandi eystra. En nýverið þá hóf SSN útgáfu á riti sem er kallað Púlsinn, Norðurlandi eystra í tölum. Og fyrstu 2 ritin eru komin út og þau fjalla annars vegar sjávarútveginn og kvóta sem að
er í eigu fyrirtækja á Norðurlandi eystra og hins vegar iðnað og annað atvinnulíf á Norðurlandi eystra. Og í þessum fyrstu 2 ritum kemur til dæmis fram að það hafa verið reiknaðar út hversu miklar veiðiheimildir voru í botnfisktegundum á hvern íbúa árið 2026 og yfir allt tímabilið til samanburðar sem var til grundvallar. Og með þessu sést meðal annars hversu háð samfélögin á okkar svæði og bara landið allt, af því að það er allt undir til samanburðar, hversu mikið að lítið háð atvinnugreininni samfélögin eru. Og að því að við höfum á þessu kjörtímabili þá höfum við verið að berjast fyrir byggðakvótanum á Raufarhöfn, bæði sértæka byggðakvótanum og almenna byggðakvótanum sömuleiðis og meðal annars bent á að það eru sveitarfélög sem standa nokkuð vel sem eru að fá byggðakvóta, samanber Skagafjörður. Og þá kemur líka fram í þessu að botnfiskstegundirnar, að tonnin sem að þetta er reiknað upp á íbúa, svo ég komi þessu frá mér, að í okkar sveitarfélagi þá erum við 0,849 tonn á íbúa í samanburði við 2,998 tonn í Skagafirði, þannig að það munar töluverðu. Þannig að sem segir okkur kannski að sjávarútvegurinn hefur farið minnkandi, bara staðfestir það sem við í rauninni vitum, á meðan að hann er nokkuð öflugur í Skagafirði og Skagafirði þar að leiðandi kannski háðari honum heldur en við. Í Norðurþingi þá á GPG Seafood ehf. Stærstan hluta veiðiheimilda sem eru í sveitarfélaginu og Hólmsteinn Helgason ehf. Hann kemur næsta eftir og með 20% af því sem er í eigu GPG. Í Norðurþingi þá hafa menn í auknum mæli leitað í aðrar atvinnugreinar eins og Hjálmar fór ágætlega yfir hér áðan, eins og til dæmis ferðaþjónustuna og svo orkufrekan iðnað, og sem kann að einhverju leyti að hafa sett fókusinn frá sjávarútveginum yfir á aðrar greinar. Ef við skoðum svo líka iðnaðinn og það sem kemur fram í púlsunum þarum, að þá meðal annars talað það að á Norðurlandi eystra þá hafi fjölga launþegum í iðnaði í flestöllum sveitarfélögunum á 2 tímabilum sem voru til grundvallar þessarar samantektar, og það er annars vegar 2013 til 2015 og 2023 og 2025. Og fjölgunin er mest í Hörgársveit og Norðurþingi og það kannski kemur okkur ekki á óvart því að á milli þessara tímabila byggist upp starfsemi PCC. Það sem vakti líka athygli í þessari samantekt að við hér í Norðurþingi, og það kom okkur bara raunverulega virkilega óvart, að hér búum við einna fjölbreyttast atvinnulíf á landinu öllu, ekki bara í okkar landshluta, heldur á landinu öllu, sem er virkilega ánægilegt og og staðfestir kannski líka það sem við þekkjum, að Húsavík sem stærða bæ þar sem að búa rúmlega 2000 íbúar, að hér er ótrúlega hátt og gott þjónustustig miðað við þann mannfjölda sem þar á bakvið, ef við berum okkur saman við önnur byggðarlög og svipari stærð. Svo varðandi Bakka og áframhaldandi uppbyggingu þar, af því að það hefur komið fram í umræðu núna í aðdraganda kosningar, að sumum þykir að sveitarstjórn síðasta kjörtímabils, þessa kjörtímabils hafi ekki unnið nægilega vel að þeim atvinnutækifærum sem eru á Bakka, þá vil ég segja að það hefur verið botnlaus vinna hjá kjörnum fulltrúum og hjá starfsfólki sveitarfélagsins við það að undirbúa Bakka. Og ég held að það geti allir í sveitarstjórn staðfest að það er búið að vinna verulega mikið að því að laða að hingað tækifæri. Og það er margt í þessu sem er ekki á okkar höndum sem að sitjum í sveitarstjórn eða eru starfsmenn sveitarfélagsins. Til að mynda stýrum við ekki fyrirtækjunum og ákveðum þar alveg ekki fyrir þau hvort þau komi hingað, og við stýrum heldur ekki þjóðarfyrirtækinu Landsvirkjun sem ákveður við hverju það semur og hvenar. Þannig að það er sannarlega búið að vinna mikið og það liggja góð gögn til staðar. Við erum búin að vinna okkur vel í haginn varðandi skipulag og annað. Við öðluðumst líka dýrmæta reynslu þegar við tókum á móti PCC og erum þar af leiðandi tilbúin til að taka á móti öðrum nýjum fyrirtækjum, hvort sem þau vilja hefja starfsemi á Bakka eða annars staðar í sveitarfélaginu.
Já, og afsakið, ég ætla að fá að leggja fram bókun fyrir hönd meirihlutans undir þessu máli og hún var í útsendum fundargögnum og þetta er reyndar ekki bókun, þetta er ályktun, afsakið, og hún er svohljóðandi: Norðurþing og Þingeyjarsýslur búa yfir miklum tækifærum til atvinnuuppbyggingar og nýsköpunar með nýtingu auðlinda, fjölgun starfa og tekjusköpun. Þegar á móti blæs reynir á styrk samfélagsins. Á slíkum tímum skiptir máli að festast ekki í vandanum, heldur að leita lausna og sjá tækifærin sem felast í breytingunum. Með samstilltu átaki, sveigjanleika og skýrri sýn getum við snúið áskorunum í sóknarfæri og byggt enn sterkara atvinnulíf í Norðurþingi. Sérstök áhersla þarf að vera á uppbyggingu bakka, nýtingu orkuauðlinda, iðnað hvers konar, hafnsagnarstarfsemi og ferðaþjónustu. Jafnframt þarf að tryggja öfluga innviði, gott skipulag, húsnæði og þjónustu svo fólk og fyrirtæki sjái framtíð sína í Norðurþingi. Atvinnumál eru byggðamál og með skýrri framtíðarsýn, ábyrgri stjórnsýslu og markvissri hagsmunagæslu gagnvart ríki og stofnunum getur Norðurþing haldið áfram að byggja upp sterkt, fjölbreytt og sjálfbært atvinnulíf til framtíðar. Og undir þetta skrifa fulltrúar meirihluta í sveitarstjórn: Eiður Pétursson, Helena Eydís Ingólfsdóttir, Hjálmar Bogi Hafliðason, Kristinn Jóhann Lund og Soffía Gísladóttir. Helena hefur lokið máli sínu. Jónas hefur beðið mörg, gjörðu svo vel, Jónas. Og svo fulltrúar. Ég veit ekki alveg svona horfandi á þetta líðmeðlisveit sé svona dunna frambóðsræður, en að því að við erum komin í atvinnumáli í lok þessa tímabils, en ok, ég vil þá kannski talandi um atvinnumál, þá ætla ég frekar að beina orðu mínu þá á næstu sveitarstjórn sem að verður, að því að ég veit ekki nema við stofnum eitthvað svona Facebook-hóp og ræðum atvinnumál áfram ef við sem hér sitjum. Bara umræðum atvinnumál. Nú ætla ég að tala ég er sammála því og það er svona mín trú að við þurfum að leggja áherslu á bakka, að því að með góðri starfsemi að bakka það svona smitar út frá sér lengra. Ekki endilega bara Húsavík, heldur það smita sig út í sveitanar. Ég sé það svolítið þannig fyrir mér. Ég vil, og ég ætla rétt að vona að við séum ekki bara að byrja á því núna að fara leggja aukna áherslu á bakka. Við erum búin að vera að gera það, þessi sveitarstjórn. Jafnframt til þess að efla, ef við tala nú um mitt svæði. Þegar ég segi mitt svæði þá hefði það verið kallað austan Tjörnesvæðið. Þar held ég að komandi sveitarstjórn verði að halda áfram að beita sér í að reyna að opna Dettifossveginn, af því það mun, á þess að gera mér einhverja hugmynd hvað það muni opna, og ég held að það muni opna bara marga möguleika. Bæði ferðaþjónustu og svo var ég til að sjá hvernig var þetta, lengdan opnunartíma Ásbyrgis. Það væri gaman að maður getur kannski farið í botna Ásbyrgis yfir veturinn og þess að þurfa að vaða eitthvað að skafla. Atvinnulíf áfram, það væri gaman að sjá, það er sem hvað ég segja, áhorfandi og svo notandi þjónustu hér á Húsavíkur. Þá væri mér gaman að sjá, að því að á sumrin blómstrar allt hérna á Húsavík út af ferðaþjónustu. Það var nú gaman að sjá ef jafnvel bara einn veitingastað sagði sér fært að hafa opið í veturinn. Þannig að sjá hvort að íbúar á svæðinu myndi ekki nota það, og ef það gengur vel þá kannski opna fleiri og það eru störf, þá kannski verða fleiri hér. En já, þetta hef ég að segja um atvinnumál í Norðurþingi, og þetta er þá meira frá mér áskoru til næstu sveitarstjórnar heldur en að við séum að fara að byrja okkur nýju hér. Takk. Eiður Pétursson hefði beðið mörg, gjörðu svo vel. Eiður. Já,
Já, forseti, kjörnir fulltrúar. Þakka fyrir þessa umræðu. Þetta er fínt að setja atvinnumálin hérna á dagskrá svona, þó við séum ekki, þetta sé ekki eitt beint atriði sem við ætlum að ræða, en þetta er nauðsynlegt að við förum yfir þetta. Ég er nú kannski ekki alveg sammála Jónasi vini mínum að þetta sé framboðsræða, sem flestir hér eru nú að leiðinni út af sviðinu, þannig að við kannski stofnum Facebook-hóp, það er góð hugmynd, en mikilvægt að við förum aðeins yfir þetta og kannski leggjum þá eins konar brýningu á þá sveitarstjórn sem að hér mun taka við að loknum kosningum og þeir geta aðeins, fólk er náttúrulega að kynna sér þessi mál núna baki brotnu og átt að sjá stöðunni og það er mikilvægt að við förum yfir þetta bara frá A til Ö og að við byrjum fyrir austan og förum hérna vesturum, það er náttúrulega byggðakvótamál á Raufarhöfn, atvinnumál á svæðinu þar í landbúnaði og ferðaþjónustu í dreifuðu byggðunum. Það hefur verið mikið kynnt núna varandi orkuuppbygging á austursvæðinu og betri raforkutenging á svæðinu þar. Þetta mun allt saman hjálpa við störf á svæðinu, sérstaklega í dreifuðu byggðunum þar. En þetta er stóra máli, það er atvinnuuppbygging á Bakka. Það er það sem við erum búin að vera að berjast í allt kjörtímabilið. Og það er verið að íta á eftir þessu hvar sem við komum, hvort sem við erum að eiga samtal við fyrirtæki, Landsvirkjun eða aðra orkuframleiðendur í þessum bransa. Og bara mikilvægt að við höldum því alltaf á lofti að það er ekkert verið að fara fram á neina ölmusu eða neina styrki eða neitt þess aftar. Við viljum bara fá afhenta orku sem er framleidd hér í héraði til atvinnuuppbyggingar hér í héraði. Þessi orka er framleidd hér upp á Þeistareykjum, Laxárvirkjun, Kröflu og mikið af henni flutti í burtu, en við viljum bara fá hana afhenta hér til atvinnuuppbyggingar hér í sýslunum. Það er nú bara ósköp einfalt mál og á að vera sjálfsagt að Landsvirkjun hjálpa okkur við það og vonandi að það gangi bara vel í framhaldinu. Takk fyrir. Eiður hefði lokið máli sínu, Áki Hauksson hefði beðið mörg, gjörðu svo vel, Áki. Já, forsætisstjórn. Ég er svona að finna aðeins komið kosningaskjálft í marga og allt er góð með það, en ég bara tek undir hvert orð hjá Helenu sem hún var að tala um hérna. Við höfum öll inni í sveitarstjórn og starfsfólk verið að vinna í þessum málum og viljum auðvita og við skiljum það öll að atvinnu uppbygging hvað sem að hún telst heita byggir undir allt hjá okkur og heldur okkur gangandi. Það er bara þannig. Þannig að ég tek bara undir allt sem að meirihlutinn sagði um þetta. Og aftur að sem Facebook hópi sko, þá las ég nú í grein á húsæk.com daginn að kaffistói spjall getur alveg verið mjög gott inn á kaffistofum. Þó þurfum ekki að vera reykfylltar. Takk fyrir. Áki hefur lokið máli sínu, Benóni Valur hefur beðið mörg, gjörðu svo vel, Benóni. Forseti, ágætu félagar í sveitarstjórn. Við erum að fara í kosningar og það er bara fínt og mikið tilhlökkunar efni að sjá lýðræði virka, hvernig svo sem það fer, önnur saga. En ég ætla að tala um atvinnumál, ég sannarlega sammála og get bara sannarlega sett nafn mitt undir þessa ályktun meirihlutans, ekki neitt vandamál með það að minni hálfu. En það er búið að fara vel yfir mörg mál og mér er þetta svíðu það einhverju sé að segja að ég sé ekki búin að gera mitt allra besti að koma ykkur á stað á Bakka. Þetta eina ár síðan sett í meirihlut á síðasta kjörtímabili þá var ég hálfri vinnu við að hitta fyrirtæki og fólk sem vildi endilega koma hingað og við höfum öll lagt okkur 110% fram í því verkefni. Þannig að við skulum bara slá þessu umræðu út af borðinu. Það sem ég langaði að tala um er eins og það er nýsköpun og þá hraðið og svo starfsemi sem á sér stað á stéttinni sem að við höfum tekist á stundum í byggðarráðinu hversu mikla peninga við viljum láta þau hafa. Við erum sannarlega að styrkja þetta og ég hef fulla trú á því að þarna liggi okkar vaxtarmöguleikar hvað helst og við eigum að styðja, og nú er bara áskorun á nýja sveitarstjórn að draga ekki úr, heldur bæta heldur í ef eitthvað er og styðja myndarlega við bakið á nýsköpun og frjórri hugsun sem þarna á sér stað.
Benóni hefur lokið máli sínu. Katrín hefði beðið orðið, gjörðu svo vel, Katrín. Forseti, atvinnumál. Ég ætla að segja það alveg að þetta er það skemmtilegasta verkefni sem við erum búin að vera að glíma við á kjörtímabilinu að mínu mati, erfiðasta verkefni með mestu áskorununum. Það var eitt af fyrsta sem ég fékk í hendurnar þegar ég hóf störf sem sveitarstjóri í ágúst 2022. Það voru tölvupóstar frá Hafrúnu sem þá var formaður byggðaráðs sem var skýrsla græna iðngarða og samantekt og vinna af hálfu og stýrihópsins sem var þá í kringum græna iðngarða á Bakka. Þannig að mér var strax gerð grein fyrir því að þetta væri málið. Síðan þá starfaði ég í stýrihópi með Landsvirkjun, Orkuveitunni, Eimi og fleirum í 2 ár þar sem við vorum með verkefnastjóra, þar sem við vorum að vinna að þróun þessara iðngarða. Eftir það lá heilmikil vinna þó að það hafi verið sagt á tímum að það hafi lítið sést frá þeirri vinnu. En það er ekki alltaf þannig að þessi vinna sé upp á yfirborðinu. Og ég tek algjörlega undir með Benna að fundirnir sem að hafa verið og klárlega á kjörtímabilinu á undan og núna, þetta er stóra málið í okkar starfsemi. Núna náttúrulega lentum við í því fyrra að okkur tilkynnt rekstrarstöðvun PCC og það er gríðarlegt áfall þegar að það er tilkynnt stöðvun 150 manna vinnustaðar eftir sitja samt sem betur fer ennþá tæpir 20 manns og er að vinna hjá þessu fyrirtæki og það er vonandi að það nái vopnum sínum á ný. En upp úr því þá verður til alveg gríðarlega gott plagg sem er unnið í samstarfi við stýrihóp forsætisráðuneytisins og 4 annarra ráðuneyta sem er skýrsla atvinnumála Húsavík. Hún heitir skýrsla atvinnumála Húsavík. En hún er sannarlega skýrsla atvinnumál í Þingeyjarsýslum, teygir sig miklu lengra, fjallar orku uppbyggingu og þörf á orku uppbyggingu bæði flutning orku og vinnslu orku og öll þau tækifæri sem búa hér. Þannig að ég hvet hvert sem er til þess að kynna sér þessa skýrslu. Hún er mjög gott vinnugagn fyrir okkur inn í næstu ár. Síðan náttúrulega kemur út úr þeirri skýrslu að við fáum í samvinnu við ríkið að ráða verkefnastjóra áramót sem að getur einbeitt sér bara að því að ná þessu samtali sem þarf á milli hagaðila og fyrirtækjana sem eru að leita eftir að koma á Bakka. Og það hefur margfaldast ásóknin í að koma eftir fall PCC því þá kemur grænn iðngarður á Bakka sterkar inn í umræðuna og líka eftir að við héldum þessa ráðstefnu þarna í haust, hún vakti mikla athygli og það hefur fjölgað gríðarlega þeim fyrirtækjum sem við erum að tala við. Og eitt af fyrstu verkefnastjórans var að teikna upp þar sem að við erum í miðjunni og öðrum megin eru hagaðilarnir okkar innri og ytri og hinum megin eru verkefnin sem við erum að tala við og þetta er kolkrabbi. Þetta er svo mikið umfang og ég ætla að nota tækifærið og þakka starfsmönnunum mínum, fjármálastjóra, skipulags- og byggingafulltrúa, sviðsstjóra framkvæmdasviðs, rekstrarstjóra hafna, fyrir, við vorum mynduðum 5 manna vinnuhóp þar sem við vorum að reyna að halda utan þetta með öllum okkar öðrum störfum á árunum núna sem eru liðin og þetta var gríðarleg vinna og ég sé það bara núna hvaða álag hefur verið á starfsfólkinu okkar þegar að þetta er komið á eina hendi hjá verkefnastjóra. Og við erum gríðarlega heppin þar með ráðningu og ég bara, það er ótrúlega mikið að gerast í þessari vinnu þó að það sjáist ekki út í frá. Við erum ekki mikið að birta myndir af okkur með öllum fyrirtækjum eða hagaðilum á fundum, við erum bara að vinna. Og við ætlum að halda því áfram, eða þeir sem verða eftir kosningar.
PCC er náttúrulega hjartað í inngarðinum og við vonumst til þess að það nái vopnum sínum. Þar fyrir utan eru tækifærin í Norðurþingi gríðarleg og í Þingeyjarsýslum eins og komið hefur fram. Ég ætla bara að segja að ég var í samvinnuskólanum 84 til 86 og það voru húsvíkingar með mér í skóla. Og þeir voru svo áberandi góðir með sig. Áberandi góðir með sig. Það var alltaf allt best á Húsavík og við fengum alltaf að heyra það að þetta væri nafli alheimsins. Þegar að ég svo kem hingað, þá bara sé ég að þeir hafa rétt fyrir sér. Það var bara þannig. Það eru svo ótrúleg tækifæri og við verðum að halda áfram að byggja á því sem við höfum. Og það er alveg sama hvar byggist upp atvinna á svæðinu, hvort hún byggist upp á Þeistareykjum, í Öxarfirði, á Húsavík, jafnvel upp í Mývatnssveit. Allt samfélagið í Þingeyjarsýslum er að fara að njóta góðs af þessu. Og við bara eigum að vera að horfa jákvætt á hvar sem þetta gerist í kringum okkur. Ég vil líka segja að mér finnst viðhorf samfélagsins er að vinna með okkur. Það er það sem við heyrum svo oft þegar við erum að tala við verkefni sem vilja koma. Það er svo góðar móttökur sem þeir fá af því að við erum með iðngarð sem við erum að byggja upp í sátt við samfélagið. Verkefni eru að koma hingað, góð verkefni sem kannski búið að hafna annar staðar á landinu út af því að menn hafi hreinlega ekki kynnt sér hvernig starfsemi þetta eða þá að þetta hentar ekki í nánd við byggð og alls konar. En við erum með þetta í þessari passlegu fjarlægð frá okkur og samfélagið vinnur með þessu og það er plús. Ég vil líka horfa aðeins austur fyrir vegna þess að þar eru gríðarleg tækifæri eins og Öxarfirði með alla orkuna sem þar. Ég var á aðalfundi Hitaveitu Öxarfjarðar á þriðjudagskvöldið og bara við eigum svo sterka innviði þar líka, sérstaklega í kringum Öxarfjörð. Mér finnst verkefni sem við erum í sambandi við brothættar byggðir 2 og úthlutun og frumkvæðissjóði brothættra byggða. Þetta sýnir bara að það er mikil gróska, það er jákvæðni í samfélaginu gagnvart alls konar uppbyggingu og ég vona að þau verkefni sem voru að fá þarna úthlutanir eitthvað að þeim vaxi þannig að þau geti orðið að litlum fyrirtækjum til framtíðar til þess að byggja undir atvinnulíf á þessu svæði. Mér langar að segja eitt að lokum að byggðarráð samþykkti á síðasta fundi sínum að Húsavík væri nýsköpunar bærinn, við eigum að halda því á lofti, við erum með hraðið eins og búið er að koma inn á og þar er gríðarlega flott vinna í gangi. Við erum líka með á Hrísmóunum búin að veita verkefnum brautargengi, kornþurrkun og synþólín sem er að fara að byggja upp sína litlu tilraunaverksmiðju og erum í viðtölum við eitt enn fyrirtæki sem að mögulega sækir eftir lóð þar. Þannig að ég vil bara segja enn og aftur áfram Norðurþing og áfram Þingeyjarsýslur og við byggjum þetta upp nýtum þessi tækifæri sem við höfum í höndunum. Katrín hefur lokið máli sínu. Ingibjörg hefur beðið orðið, gjörðu svo vel. Ingibjörg. Forseti sveitarstjórn, ég kom til að taka undir með meirihlutanum í ályktun fyrir hönd VAF-lista en ég tek enn meira undir með Katrínu, það er erfitt að koma upp á eftir henni en ég væri til í að líka sjá brýningu og mér langar að koma með hana til næstu sveitarstjórnar. Það er ekki bara núverandi atvinnuuppbygging sem hefur átt sér stað sem að þarf áframhaldandi stuðning og eins og hraðið en mér langar að minna á þessa litlu einyrkja og minnast á STEM Húsavík og STEM Ísland. Það er ein manneskja sem er með þetta gríðarlega og öflugt verkefni og orðið fyrirtæki. Hún er eftirsótt bæði í Svíþjóð og Noregi, hún er að halda ræður og ráðstefnum, hún er að ráðleggja samtökum sveitafélaga í Noregi og Svíþjóði til þess að koma þessu af stað þar.
Það liti til Húsavíkur og þetta er ein manneskja. Þannig að við megum ekki gleyma svona aðlum. Takk. Ingibjörg hefur lokið máli sínu, Soffía hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Soffía. Forseti, kjörnir fulltrúar. Þetta er algjörlega mögnuð umræða sem hefur átt sér stað hérna atvinnumál. Takk fyrir þína eldræðu, Katrín. Hún var frábær. Ég hef nú fylgst með atvinnumálum hér á svæðinu í ansi mörg ár í starfi mínu hjá Vinnumálastofnunum meðal annars. Gríðarlega öflugt svæði sem vissulega er í hæðum og lægðum inn á milli, en það er bara eins og gengur og gerist á svona svæðum og á landinu öllu, svo sem. Það sem mig langaði til þess að segja hér er að auðvitað snýst þetta allt samvinnu. Þetta snýst það að við höfum samfellu á milli sveitarstjórna. Þeir aðilar sem að setjast í sveitarstjórn hverju sinni eru alltaf að gera sitt besta og þeir ætla allir að gera sitt besta. Og það er svo gott. En til þess að mál gangi eftir og til þess að mál þróist á jákvæðan hátt fram á við og til þess að atvinnumálin muni halda áfram að ganga vel og eins og við höfum lagt upp með, er að ný sveitarstjórn taki þau til sín, hugsi samfelluna, að hún sé á milli kjörtímabila og að það verði góð samvinna. Því að með góðri samvinnu þá gerast hlutirnir. Það höfum við séð á þessu kjörtímabili. Soffía hefur lokið máli sínu, orðið er laust. Áki Hauksson hefur beðið orðið, gjörðu svo vel, Áki. Öðru sinni. Já, forseti, sveitarstjórn. Já, við eins og Soffía kom inn á þá byggist þetta á samvinnu. Allt saman, þessi atvinnumál og annað slíkt og við höfum að verja okkar við þurfum ekki að verja. Við erum með allt til að geta komið og allt í Norðurþingi til að byggja flott og mikilvæg fyrirtæki. Bæði smá og stór. Og við höfum bara að halda því áfram. Og við erum að fullu í því. Og þetta ástand núna er bara tímabundið og það koma bjartari tímar framundan og við höfum bara að halda áfram. Og svo náttúrulega að varast það að þessi iðnfyrirtæki nokkur í bænum sé ekki að maka krókinn á mikið. Takk fyrir. Áki Hauksson hefur lokið máli sínu með leyfi varaforseta. Já, forseti, ágæta sveitarstjórn, ég vil þakka fyrir þessa umræðu og ég vil halda þið til haga því það virðist einhvern veginn vera einhver umræða, ég er nú ekki að segja sig hér, en að við séum bara loksins núna að fatta að ræða atvinnumál. Þessi liður, atvinnumál í Norðurþingi, eins og Benóný Valur benti réttilega á, hefur verið á dagskrá sveitarstjórnar reglulega síðan sem sagt vorið 2025 með formlegum hætti. Enga síður eins og Benóný benti réttilega á. Grænir iðngarðar voru örugglega hugmyndin það fyrir 10 árum síðan og svona, en það er bara og þetta er ekki framboðsræða því með treysta því að það er mikið að gerast í þess og ég ætla að vona að verði ekki þannig að þegar við tala einhverja Facebook-hópa á Facebook-hópum eða í kosningabaráttu notfæra menn sér þá vitleysu að halda það sé fyrst verið að ræða atvinnumáli sveitarfélaginu núna. Þessi umræða hér núna sýnir að svo er ekki. Það er búið að tala þau lengi, allt kjörtímabilið og síðast inn á 2 áratugi. Orðið er laust. Kristín Jóhann Lund hefur beðið orðið, gjörðu svo vel, Kristín. Já, forseti sveitarstjórn, bara svona því að við erum í kosningabaráttu og ég var eini sem var ekki búinn að koma þannig upp og ég er að hætta að vitvæðleika allir, þá get ég tekið undir bara með ykkur öllum, það er allt satt og rétt það sem komið hérna fram, en ég gat bara ekki setið þegjandi, þannig að takk fyrir mig. Kristín hefur lokið máli sínu, orðið er laust.
Ekki fleiri sem vilja kveða sér hljóðs, en öll búin að tjá okkur, að minnsta kosti einu sinni. Þá telst þetta mál bara lagt fram og ánægilegt að við erum öll að baki þessari bókun sem að hér undir. Við fyrir þau málum með 7, sem stefnumótandi byggðaáætlun og þetta mál úr byggðaráði. Og undirrituð óska eftir að stefnumótandi byggðaáætlun verði tekin til umræðu og orðið laust. Helena hefði beðið orðið, gjörðu svo vel, Helena. Forseti, við ræðum nú stefnumótandi byggðaáætlun og þá umræðu þarf að nálgast hvort tveggja ákveðnum skýrleika og raunsæi. Markmið áætlunarinnar þau eru í sjálfu sér skýr og jákvæð með áherslu á jafnt aðgengi að atvinnu, þjónustu og lífsgæðum óháð búsetu. Og framtíðarsýnin sjálfbær byggð allt land þar sem fólk hefur raunverulegt val hvar það býr og starfar. Og það markmið sem auðvelt að taka undir. En eins og fram kemur í ályktun sem liggur hér fyrir fundinum, að þá spurningin ekki hvort markmiðin séu rétt, heldur hvort þau náu utan raunveruleikann sem að við búum við. Norðurþinga fjölkjarna sveitarfélaga svo við þekkjum þennan raunveruleika vel. Styrkleikar okkar sem sveitarfélag felast í fjölbreyttu atvinnulífi, sterkum rótum í samfélaginu og þeim gæðum sem felast í því að búa utan stærstu þéttbýlisstaða eða þéttbýlissvæða. Í fyrstu draugum að hvítbókinni sjáum við tækifæri í þeirri þróun sem nú á sér stað, til dæmis í aukinni fjarvinnu og bættum stafrænum lausnum. En við vitum líka að þessi mynd ekki alltaf einföld. Þjónusta hefur víða verið skert og fjarlægðir skipta raunverulegu máli í daglegu lífi fólks. Fjölkjarna sveitarfélaga þýðir að það þarf að halda úti þjónustu á fleiri en einu stað, með tilheyrandi kostnaði og áskoranum sem því fylgja. Það verður hvort tveggja spurning lífsgæði og jafnræði íbúa og rekstrarlegt viðfangsefni. Við stöndum einnig frammi fyrir því að hluti þeirra samfélagi sem sveitarfélagið samanstendur af eru brothætt, þar hefur fólki fækkað og aldurssamsetningi breyst sem hefur raunveruleg áhrif á framtíð þessara samfélaga. Í slíkum aðstæðum ekki raunhæft að gera ráð fyrir að sveitarfélögin ein og sér snúi þróuninni við. Umfang verkefnanna slíkt og verkfærin mörg hver ekki á færi sveitarfélagana. Þess vegna lykilatriði, og það eitt af megin inntökum ályktunarinnar, að ríkisvaldið taki meiri og skýrari ábyrgð. Það þarf aðgerðir sem eru raunverulega fjármagnaðar og taka mið af mismunandi aðstæðum svæða. Almennar lausnir sem eiga að henta öllum duga einfaldlega ekki. Við þurfum líka að horfa til félagslegra þátta. Fólk vill búa í heimabyggð sinni. Það hefur sterkar rætur þar, en það stendur oft frammi fyrir takmörkuðum valkostum, hvort sem það snýr að atvinnu, þjónustu eða tækifærum fyrir börn og ungmenni. Og þegar við rýnum stöðuna í heild, blasir því við að þó framtíðarsýnin sé jákvæð, þá nauðsynlegt að tala af meiri hreinskilni stöðuna. Áskoranir eru dýpri og flóknari en stundum gefið til kynna og líklegt að þróunin muni halda áfram í sömu átt nema aðgerðir ríkisins verði markvissari og meira afgerandi. Og ég hef sjálf haft það orðið að mér þykir fjármagnið sem við erum að fá inn í brothættar byggðir til verkefna þar þó að það sé gott, en að það sé of lítið til að skipta raunverulega máli. Ef markmiðið raunverulega viðhalda byggð allt land, þá þarf að horfa á stöðuna raunsæi, viðurkenna alvarleika hennar og bregðast við með aðgerðum sem hafa raunverulega áhrif. Annars hætt við að áframhaldandi samþjöppun verði á kostnað landsins alls. Fyrir okkur í Norðurþingi felst verkefni því ekki bara í því að taka undir stefnu og aðgerðir sem henni fylgja, heldur að vera skýr rödd það sem á betur fara og það sem þarf til að hún nái fram að ganga. Og mig langar aftur hér fyrir hönd fulltrúa meirihlutans að leggja fram ályktun og hún svohljóðandi. Hvítbók byggðamál frá 2021 snýst í grunninn að tryggja jafnt aðgengi landsmanna að atvinnu, þjónustu og góðum lífsgæðum óháð búsetu. Það bent á helstu áskoranir sem felast meðal annars í fólksfækkun á sumum svæðum, ójöfnum innviðum milli landshluta og takmarkaðri fjölbreytni í atvinnulífi.
Til að bregðast við þessu er lögð áhersla á að efla innviði, bæði samgöngur og stafrænar lausnir, styrkja atvinnulífið með aukinni fjölbreytni og stuðla að betri samvinnu milli svæða og stjórnvalda. Framtíðarsýnin er skýr í bókinni Sjálfbær byggð allt land, þar sem landsbyggðin er sterk og í góðum tengslum við höfuðborgarsvæðið og þar sem fólk hefur raunverulegt val hvar það býr og starfar. Þrátt fyrir jákvæða framtíðarsýn, hvítbókar byggðamál, er ljóst að hún nær ekki að fullu utan þann raunveruleika sem víða blasir við í landsbyggðunum. Áskoranirnar í mörgum tilvikum dýpri og flóknari en það er gefið til kynna. Þjónusta hefur víða verið skert verulega, fjarlægðar að næsta þjónustukjarna eru miklar og það hefur bein áhrif á lífsgæði fólks. Skortur á innviðum, ófullnægjandi samgöngur, takmarkað fjármagn til uppbyggingar og reksturs þjónustu gera það að verkum að daglegt líf verður erfiðara en það ætti að vera. Á sama tíma eru margar byggðir orðnar svo brothættar að það er einfaldlega ekki á færi sveitarfélaga einna og sér að snúa þróuninni við. Tekjustofnar þeirra og burðir eru takmarkaðir miðað við umfang verkefnanna. Ef raunverulegu vilji er til að sporna gegn áframhaldandi samþjöppun byggðar á höfuðborgarsvæðinu, þarf ríkisvaldið að stíga mun ákvörðunar inn og vinna með sveitarfélagunum og taka meiri ábyrgð. Það er einnig mikilvægt að horfast í augu við almennar aðgerðir sem eiga að gilda jafnt fyrir allt landið að það dugi ekki í þessum aðstæðum. Vandi sem er sértækur krefst sértækra lausna. Þar þarf að grípa til markvissa aðgerða sem taka mið af aðstæðum hvers svæðis fyrir sig, hvort sem snýr að samgöngum, þjónustu, atvinnu eða húsnæði. Það má ekki líta fram hjá félagslegum þáttum. Víða er fólk bundið sterkum rótum við heimabyggð sína en stendur frammi fyrir takmörkuðum valkostum. Í sumum tilvikum er jafnvel ekki næg tækifæri fyrir börn og ungmenni innan nærsamfélags, sem hefur áhrif á framtíðina og samfélaginu í heild. Ef markmiðið er raunverulega að viðhalda byggð allt land þarf að horfa á stöðuna af meira raunsæi, viðurkenna alvarleika vandans og grípa til afgerandi markvissa fjármagnara aðgerða. Annars mun þróunin halda áfram í sömu átt með frekari samþjöppun og veikingu landsbyggðanna og í raun Íslands alls. Vandinn er ekki einkamla byggðina í burtu, heldur okkar allra. Og undir þetta rita Eiður Pétursson, Helena Eydís Ingólfsdóttir, Hjálmar Bogi Hafliðason, Kristinn Jóhann Lund og Soffía Gísladóttir. Helena hefur lokið máli sínu. Með leyfi varaforseta. Já, forseti ágæta sveitarstjórn. Byggðastefna lyftir landi ef laglega er farið með hana. Hún er eins og heilagur andi, það hefur enginn séð hana. Þetta orti Þormóður Jónsson og þetta er í þriðja skipti sem ég fer með þessa vísu í sveitarstjórn Norðurþings. En á Íslandi hefur lengi verið rekin svona sjálfvirk byggðastefna sem felur í sig nýtingu skattfjár á einum stað til uppbyggingar svona fyrir náð og miskun, kjördæmapot, skattaívilnun eða kjarkaðan ráðherra sem hefur fært opinber störf frá höfuðborgarsvæðinu. Og árið 1998 það jaðraði við stjórnarslitum þegar þáverandi ráðherra að mig minnir Guðmundur Bjarnason færði landmælingar Íslands alla leið upp á Akranes. En gleymum því nefnilega ekki að uppbygging hins opinbera á höfuðborgarsvæðinu hefur verið talin sjálfsögð og skynsamleg en ölmus á annar staðar. Og hvenær látum við okkur máli varða eins og formaður byggðarráðs fór hérna yfir, því að við erum núna á þeim alvarlega stað að byggðaröskun sem hefur átt sér stað vítt og breytt í landsbyggðunum, að þetta bara stöðvist og landið haldist í byggð. Við getum spurt okkur að þessu Bíldudalur, Þingeyri, Árneshreppur, Hrísey, Grímsey, Öxarfjörður, Raufarhöfn, Bakkafjörður, Borgarfjörður, Eysti, Breiðdalshreppur og Skaftárhreppur. Hvaða svæði, þorp eða bær eða byggð fer næst á þennan lista? Norðurþing, eins og það leggur sig. Brothætt byggð, hvað ætlum við svo að gera? Við erum í verkefninu Brothætt byggðir, voljum 2. Sumstaðar nefnilega er verkefninu að ljúka og jafnvel svæði þar sem að við þjónustum ekki nema litlu leyti með stofnunum ríkisins á meðan er sveitarfélögum eins og farið var hérna yfir alltaf að leysa vandann sem við öll vitum að hafa hvorki bolmagn, fjármuninni, lausnir til þess að bregðast við svo vel sé. Það er nefnilega þannig að fólk eldir skattpeningana sína, menningu og þjónustu. Og hvar er skattfénu helst varið? Á höfuðborgarsvæðinu. Viðfangsefni verður hvorki leyst með skjótvirkum hætti né verður hægt að beita almennum úrræðum til þess að leysa þetta sértæka verkefni, en það er grundvallaratriði að íbúar þessa lands búi
við sömu, svona eins jöfnust kjör og þjónustu og hið opinbera veitir óháð búsetu. En maður spyr sig, getur verið skynsamlegt eða eðlilegt að 80% þjóðarinnar búi á einu horni landsins? Þannig hefur haft afleiðingar að samfélagið hefur þjappað íbúum landsins á einn stað, félagslegar afleiðingar, efnahagslegar afleiðingar og umhverfislegar afleiðingar. Það veldur álagi á innviði, þjónustu og skapar ójafnvægi í þróun landsins, hefur áhrif á byggðastefnu og dreifingu fjármagns, dregur úr menningu og getur aukið samfélagslega einangrun, hærri orkunotkun og umhverfisskatta og skekkir atvinnumarkaðinn og menntun. Og hvítbók byggðamál segir þetta skýrt. Fólksfjölgun á Íslandi er að mestu bundin höfuðborgarsvæðið og áhrifasvæðið þess. Og hvað ætlum við að gera í því? Þarf að gera eitthvað í því? Þetta kallast ójafnvægi í búsetu þróun og er einn helsta áskorun byggðamála á Íslandi. Þetta er ekki náttúrulögmál, heldur afleiðing af því hvernig þjónustan er skipulögð, hvar störfin eru og hvernig innviðir eru byggðir upp. Svo koma allir frasarnir, menntun og nám aðgengilegt allt land, stafræn fjarþjónusta. Þetta er fjandinn hafið, þetta er ekki svona. Og afsakið, já, það er rétt. Nú kom reynslan, ég skamma mig hérna. Og meira segja hugtakið störf án staðsetningar gildir bara ekki lengur. Því að störf án staðsetningar er svolítið falskt öryggi því þau hlaðast upp á höfuðborgarsvæðinu. Það þarf að dreifa opinberum störfum miklu meira og betur og tækifæri liggur hjá ríkisvaldinu með öllum sínum sérfræðistörfum. Hvers vegna þurfa flest allar stofnanir ríkisins að vera innan marka höfuðborgarsvæðisins? Nei, þetta er einn mesti vandi Íslendinga og hefur bara verið það nokkurt skeið. Það þarf að færa störf, færa þjónustu, byggja innviði, samgöngur, fjarskipti og orkuöryggi og fleira. Þegar við berum okkur saman við önnur lönd í Evrópu, þá kemur í ljós að flest ríki eru með dreifðari byggð. Í stórum löndum eins og Frakklandi, þar búa 19% af höfuðborgarsvæðinu, í Bretlandi 22%, 14% á Spáni og meiri sé á Norðurlöndunum, þau lönd sem við berum okkur helst sama við, það er svona cirka 29% í Noregi, 23% í Svíþjóð og 31% í Finnlandi. Ísland sker sig því verulega úr í öllum samanburði í þessum efnum. Á Íslandi búa eftir því bara hvað skilgreiningu við notum 70% þjóðarinnar á höfuðborgarsvæðinu. Í flestum Evrópulöndum er þetta á bilinu 10–30%, akkurat öfugt það sem gildir á Íslandi. Og þetta er eitt skýrasta dæmið í Evrópu miðstýrða byggðaþróun, sterkt aðdráttarafl höfuðborgarinnar og veikari byggð á jaðarsvæðum. Á Raufarhöfn finnst öllum allt fara til Húsavíkur, á Húsavík finnst öllum allt fara til Akureyrar og Akureyringum finnst allt fara til Reykjavíkur og svo finnst Íslendingum bara allt fara til Evrópu. Vörur og þjónustæður sem bara allar í Kína vegna þess að pöntuðar þar svona meira og minna. Þetta er ekki náttúrulögmál, þetta er afleiðing af stefnu eða stefnuleysi og það er líka hægt að breyta þessu. Ef við viljum að fólk búi allt land, þá þurfum við að tryggja að tækifærin séu allt land. Annars sýna bara tölurnar sem við erum búin að tala hér hvert þróunin fer. Fólk fylgir nefnilega tækifærinum og það eltir skattpeningana sína og í dag er þetta bara einhliða staðsett á höfuðborgarsvæðinu. Orðið laust. Katrín hefur beðið orðið, gjörðu svo vel, Katrín. Forseti, bara rétt á meðan að menn eru að hugsa sig og biðja orðið að þá langaði mig til þess að gera grein fyrir hvernig þessi stefnumótandi byggðaráætlun hefur nýst okkur. Þarna eru alls konar flokkar og áhersluatriði sem að koma svona smám saman inn í gegnum gildistíma áætlunarinnar. Þetta eru alls konar sjóðir sem að opna til úthlutunar í hin ýmsu verkefni þar sem að samstarfsaðilar eru kannski samtök sveitarfélaga eða hin ýmsu ráðuneyti. Við höfum verið að njóta góðs af aðalega af flokki sem heitir C1, stefnumótandi sértæk verkefni sóknaráætlanasvæða ætlaði ég að segja. Og það er til dæmis uppbygging og breyting lýsistankana á Raufarhöfn í menningar
hús, hálfgert menningarhús fyrir Raufarhöfn. Við höfum verið að fá hérna úthlutun í breytingarnar á Ráðhúsinu á Raufarhöfn og hérna það alveg ástæða fyrir hvern sem að hérna bæði íbúa og sveitarstjórnarfólk að skoða hvítbókina því að þarna getum við haft áhrif. Mér skilst að ráðherra ætlar að leggja fram grænbók í haust og hérna þá fáum við svo sem aftur umsagnar rétt en hérna á þessum tímapunkti í vinnuferlinu þá hægt að hafa hérna strax áhrif. Þannig að ég bara hvet ykkur til þess að hérna kynna ykkur málið inn á hérna samráðsgátt og það líka hægt að lesa þetta hérna í fylgigögnum með fundargerð. Katrín hefur lokið máli sín, orðið laust. Ekki fleiri sem vilja tjá sig það. Telst máli framlagt og bókun sem hér þá fylgir. Og af því sögðu gerum við stutt fundarhlé.
Já, fundi haldið áfram í sveitarstjórn Norðurþings og við erum komin á 8. mál á dagskrá sem aldarafmæli Íþróttafélagsins Völsungs undirrituð leggja til að kaupa gjöf til handa Íþróttafélaginu Völsungi í tilefni 100 ára afmæli félagsins verði vísað til fjárhagsáætlunar gerðar 2027 og undir þetta rita þau sem standa hérna í fundarboðinu og það Kristín Jóhann, formaður fjölskyldur sem ætlar að fylgja þessu máli eftir. Gjörðu svo vel, Kristín. Já, forseti sveitarstjórn, bara svona rétt aðeins að fara yfir þetta starfshópur var skipaður í ársbyrjun 2023 á Norðurþingi. Í honum sátu Bergdís Jóhannsdóttir, Ingólfur Freysson, Guðmundur Freyðbjarnarson og Jónas Halldór Friðriksson kom þar inn svona undir restina af þeirri vinnu. Þessi hópur skilaði af sér 4 tillögum sem hugmyndagjöf handa Íþróttafélaginu Völsungi 100 ára afmælisgjöf sem var fjölnota íþróttahús, flettiskilti, 25 metra laug og töfrateppi og skíðasvæði upp í Reyðarhnjúk. Það ekki búið að taka ákvörðun hvort einhver af þessum tillögum verði að afmælisgjöf eða þá eitthvað annað og það þínir sveitarstjórnar að ákveða það og því vildi við bara svona koma upp og brýna að mikilvægt að það sé unnið hratt að því ákveða hvað það á þá að vera sem að verður 100 ára afmælisgjöf Völsungs og koma því á framkvæmdaáætlun 2027. Takk. Kristín hefur lokið máli sínu, orðið er laust. Jónas hefur beðið orðið, gjörðu svo vel, Jónas. Ég skal viðurkenna, ég skil ekki alveg hvað við erum að fara að ákveða, sko, hvort sem að við erum að fara að ákveða eitthvað, þá finnst mér að það sem þetta seinast í sveitarstjórnarfundur, að það sé ekki alveg okkar að ákveða þetta, en að því að í fundabóði þá kemur tillaga undirrituð til kaup og gjöf til handa Íþróttafélaginu Völsungi til 100 ára afmælis félagsins og verði víst til fjárhagsáætlunar fyrir árið 2027. Get ég fengið aðeins betri útskýring á þessu? Já, Jónas hefur lokið máli sínu, Kristín hefur beðið orðið, gjörðu svo vel, Kristín. Það vantar sannlega þarna að það sé undirrituð leggja til að kaup á gjöf verði vísað til fjárhagsáætlunar. Það fór ég bara svona yfir forsöguna sem að þessi hópur var búinn að skila inn tillögum. Það var ekkert búið að gera með tillögurnar fastnegla einhver eina hugmynd eða þá hvort það yrði eitthvað annað. Þetta bara svona mál sem var ekki búið að klára þessari sveitarstjórn og stendur alls ekki til að þessi sveitarstjórn fara að ákveða núna. Þannig að kom ég inn á áðan að það mikilvægt að ný sveitarstjórn þegar hún kemur saman að þegar tíminn stuttur að þetta ítrekkist að ákvörðun verði tekin og sett á framkvæmdaáætlun 2027 hver svo sem hugmyndin verður. Það alls ekki meiningin að núna að við séum að fara að ákveða eitthvað hérna við þetta borð en ekki við hæfi að gera það. Kristín hefur lokið máli sínu, Jónas hefur beðið orðið, öðru sinni, gjörðu svo vel. Afsakið, ég glemdi áðan forseti sveitarstjórn. Ok, þá bara, ég get alveg tekið undir það að næsta sveitarstjórn fara að líta á þessi mál. Takk. Jónas hefur lokið máli sínu, orðið er laust. Áki hefur beðið orðið, gjörðu svo vel, Áki. Já, forseti sveitarstjórn. Ég var svona að veltaði fyrir mig með að við þau varnarorð sem að meirihlutin hafði fjárhag sveitarfélagsins eða frá fjármálastjóra sveitarfélagsins, hvernig fjármálin og það stæði þegar ég var að spjalla stjórnsýsluhúsi sem að liggur undir skemmdum og þarf að komast í viðgerð, að hver myndi sveitarstjórn bjóða Völsungi upp á 12 manna djöflatertu á afmælisdeginum þeirra næsta ári. Ég hélt bara fjárhag sveitarfélagsins væri þannig. Takk fyrir.
Áki hefur lokið máli sínu, orðið er laust. Benóni Valur hefur beðið orðið, gjörðu svo vel Benóni. Forseti, já, ég er ég bara að velta fyrir mér. Ég efa það ekki að það verið ágætasta fólk og vel þengjandi sem að sittur í næstu sveitarstjórn, en er það ekki þeirra að ákveða hvort þið ætla að gefa afmælisgjöf eða ekki? Eigum við að ákveða þið eigið að gera það? Ég bara svona út frá textanum einhvern veginn finnst mér svo við séum búin að ákveða það á að gera eitthvað, þið verða að velja hvað. Ég held að það hljóti bara að vera þeirra ákveðin frá upphafi hvort þau ætlið að gera eitthvað og þá hvað. Helena hefur beðið orðið, gjörðu svo vel Helena. Forseti, það vill bara svo til að við þessi sveitarstjórn erum búin að ákveða að við ætlum að gefa íþróttafélaginu afmælisgjöf í tilefni af 100 ára afmælinu. Það gerðum við 22. september 2022 og sveitarstjórn samþykkti öll samhljóða tillöguna að skipa afmælisnefnd til þess að fá hugmyndir tillögur að afmælisgjöf sveitarfélagsins til Völsungs. Þannig að við erum búin að ákveða það að við ætlum að gefa félaginu gjöf. Það sem að þessi tillaga snýst hér, það er að tryggja að næsta sveitarstjórn muni taka upp umræðu í aðdraganda fjárhagsáætlanagerðar og meðan að fjárhagsáætlanagerð stendur og ákveða þá sjálf hver gjöfin verður. Þannig að bara máli gleymist ekki og við verum líka þó að við séum fráfarendur sveitarstjórn að tryggja samfellu í málum. Helena hefur lokið máli sínu, orðið er laust. Ingibjörg hefur beðið orðið, gjörðu svo vel Ingibjörg. Forseti, ég þarf að gera svona afsakið, næsti mælandi þarf að laga þetta. En ég er alveg sammála því og ég samþykkti það örugglega á sínum tíma að gefa Völsungi afmælisgjöf og við samþykktum þetta 2022, við samþykktum líka sama ár held ég að fara í endurbætur í Sundlauginu Lundi en það hefur ekki orðið en kannski bara brýna þá næstu sveitarstjórna þar sem ég á nú 5 börn og gefðum öllum afmælisgjöf að smíða sér stakk eftir vexti. Takk. Ingibjörg hefur lokið máli sínu, orðið er laust. Með leyfi varaforseta sem er Helena. Forseti ágæta sveitarstjórn eins og formaður byggðar og spennti réttilega á þá var þetta mál samþykkt í september 2022 og af því að hér er verið að vísa til þess að eins og sé verið í að því að sé ekki hægt að samþykkja þetta að skapa þessa samfellu milli kjörtímabila, þá voru við rétt áðan að samþykkja viljayfirlýsingu í fyrirtæki sem hefur í rauninni miklu meiri skuldbindandi áhrifin í næsta kjörtímabil, eigum við þá ekki að samþykkja viljayfirlýsingu atvinnumál af því að þetta er síðasti fundurinn eitthvað svona. Þetta virkar ekki svona. Þetta var hárrétt sem að Helena Eydís benti á. Þessi samfellu á milli, hér er fyrst og fremst að tryggja þessa samfellu yfir á næsta kjörtímabil sveitarstjórnar. En orðið laust. Ekki fleiri sem vilja kveða sér hljós það, þá vil ég beða þau sem sagt sem geta samþykkt það að undirrituð leggja til að, það er rétt sem að Jónas benti það vantaði leggja til að kaupa á gjöf, kannski bara þetta eina litla nafnháttarmerki breytir setningunni mikið. Til handa Völsungi tilefni 100 ára afmæli félagsins verið vísað til fjárhagsáætlanagerðar 2027. Þau sem geta samþykkt það gefur merki með því að rétta upp hönd. Einhverja móti? Nei, þá er það samþykkt með atkvæðum Soffíu,
Kristins, Helenu, Eiðs og Hjálmars. Og við fyrir það málum með 9 sem fækkun fulltrúa í sveitarstjórn undirlituð leggja til að, fyrirgjöf? Já, fyrirgjöf, já. Það sést hjásetta. Benóný, Jónas, Ingibjörg og Áki sitja hjá við atkvæðagreiðsluna. Afsakið það, ritari. Þá fyrir við málum með 9, sem fækkun fulltrúa í sveitarstjórn, en undirrituð leggja til að ný sveitarstjórn kanni möguleika og kosti þess að fækka fulltrúum í sveitarstjórn úr 9 í 7, eins og lög gerir ráð fyrir þegar samþykktir þess verða teknar upp til endurskoðunar. Og með leyfi varaforseta. Já, forseti ágæta sveitarstjórn. Hér semst tillaga að fækka kjörnum fulltrúum úr 9 í 7 og greinargerðin með málinu segir nú svolítið allt sem að segja þarf, en aðeins til upprifjunar og með söguskýringu að árið 2005 voru samþykktir Húsavíkurbæjar endurskoðaðar og uppi hugmyndir að fækka kjörnum fulltrúum úr 7 í 9 og ég sat einmitt í þeirri nefnd. En við sameiningu 4 sveitarfélaga, Húsavíkurbæjar, Keldunnishrepps, Öxarfjarðarhrepps og Raufarhafnarhrepps árið 2006 var ákveðið að falla frá því að fækka vegna þess hversu víðfemt sveitarfélagið Norðurþing varð. 80% íbúa býr á Húsavík. Það markmið að 1 til 2 fulltrúar utan Húsavíkur sitji í sveitarstjórn hefur nokkurn veginn tekist sé horft aðeins á íbúafjölda. Starfið hefur færst mikið til að vinnutíman 8-4. Þegar ég byrjaði þessu þá voru allir nefndarfundir klukkan 4 eftir svona hinn hefðbundna daglega vinnutíma. Þannig hefur mikið breyst á þessum tíma og kerfið hefur stöðugt verið að búa til svona atvinnupólitíkusa sem að við erum held í flest sammála að er ekki mikil eftirspurn eftir. En með færri fulltrúum gæti sem sagt fundir orðið markvissari og finna þarf aðrar leiðir til þess að tryggja að allar raddir heyrist en þá með beinni aðkomu alltaf beint að sveitarstjórn. Með fækkun verður sem sagt erfiðara að fela sig í hópi kjörinna fulltrúa, hver og einn ber þá meira ábyrgð gagnvart sínum kjósendum. Fyrir svona augljósa að það sparar fjármuni, svona einhverjar tæplega kringum 20 milljónir á ári sem þetta gæti sparað. Og mögulega verður auðveldar að byggja upp traust og samvinnu, en þrátt fyrir góða samvinnu þessu kjörtímabili þá svigrúm til bætingar varðandi ákveðin svona fagmennsku í nefndum og ráðum og trúnaði í okkar störfum og vissulega gæti það gerst að breiddin í sveitarstjórn beint drægist saman og álag aukist á hvern fulltrúa, en nefndir og ráð geta alltaf tryggt breiddina hjá sveitarfélaginu. Með fækkun úr 9 í 7 fulltrúum í fullu samræmi við sveitarstjórnarlög, það styður við skilvirka stjórnsýslu, lækkar kostnað, eykur ábyrgð kjörinna fulltrúa og hún líka í takt við upphaflegu markmið sameiningar sveitarfélaga og endurspeglar raunhæfa stærð og þarfir þess í dag. Og við erum, það þannig í dag við eigum að hafa 7, 9 eða 11 í sveitarstjórn og það miðast við 2000 og upp í 10.000. Og við erum með 9 fulltrúa en í lægstu mörkum viðmiðið 7, 9, 11. Þannig að það alveg verður við takti við það og flest sveitarfélag á okkar stærðargráðu eru með 7 og nokkur eru með 9. Þannig ég held sér alveg tækifæri því að skoða þetta og tillagan felst bara í því að sveitarstjórn skoði þetta næst þegar samþykktirnar eru teknar upp. Og ég ger alveg ráð fyrir því að næsta sveitarstjórn strax næsta haust taki upp samþykktir, leggi niður hafnarnefnd og geri fleiri svona breytingar á samþykktum, en orðið laust. Benóný Valur hefur beðið orðið, gjörðu svo vel, Benóný. Forseti, ég held að ég og háttvirtur sveitarstjórn fulltrúi Hjálmar Bogi höfum deilt fátt jafn mikið og þetta mál. Ég er alveg hjartanlega ósammála
Við þurfum fleiri raddir inn í sveitarstjórn. Það ætla að henda þessum röddum inn í ráðan nefndir sem eru á lokuðum trúnaðarfundum er svona örlítið erfiðara finnst mér í framkvæmd. Ég held að sparnaður núna akkurat, við erum í tímabundinni niðursveiflu en við höfum ekki láta hana bitna á lýðræðinu. Við setjum nú sem dæmi því að mér hefur verið sagt og það hefur verið reiknað út að litlu framboðin eigi jafnvel auðveldara með að ná inn manni í 7 manna kerfi sem ég vona sér rétt því að sannarlega þurfa litlu framboðin líka og þeirra raddir að heyrast. Þá værum við núna eftir kosningar með 6 einsmannsflokka og 1 tveggjamanna ef við værum með 7 í sveitarstjórn. Gangi ykkur vel að búi til meirihluta sem ég nú svona fyrir það fyrsta. Í öðru lagi þá sætu 6 manns í byggðaráði og 1 aukalega í sveitarstjórn. Ekki alveg skott að leggja það bara sveitarstjórn niður þegar við erum komin í þetta kerfi? Svona, frómt frá sagt, sko, mér finnst þetta vont og mér finnst það, ég bara beini því til næstu sveitarstjórnana að íhuga þetta mjög alvarlega að vissulega sparast eitthvað fé en það bitnar á lýðræðinu og röddum þeirra sem að búa vítt og breytt samfélagið og við þurfum að hafa inn á sveitarstjórnarfundum. Benunni í loki máli sínu. Nei, Jónas Þór hafði beðið orðið. Gjörðu svo vel, Jónas. Forseti, fulltrúar. Það ennþá svona dulinn undirtónn í framboðsræðum til að spara pening og svona. En ok. Ég leggst alfarið gegn þessu. Mér fannst einmitt Hjálmar koma inn á ástæðuna fyrir hverju við ættum að vera með 9. Sko, það bara við erum stórt samfélag með mjög ólíka hagsmuni. Færri raddir inn í sveitarstjórn telji ekki, sko það bara, erum við til að spara á kostnað hvers. Færri raddir úr þessu dreifðu byggðum. Ég skoða aðeins hvaða sveitarfélög eru með 7 sveitarstjórnarfulltrúa og það eru yfirleitt þessi minni, hvað ég segja, kannski ekki, og minni sveitarfélög sem eru miklu minni af flatarmáli með yfirleitt 1 þéttbýliskjarna. Það eru sveitarfélög sem eru með 7. Við erum mjög stórt sveitarfélag með 3 þéttbýliskjarna. Það er meitt talað þekking á svæðinu fyrir dag. Þar kemur bara inn í raddir okkar allra sem erum við. Ég til dæmis einn af þeim sem að fæ að sitja í dag af því að ég fór inn á lista sem var Húsvegg, má segja. Og við fáum inn fulltrúa af þessum svæðum til þess að reyna að auka þekkingu. En mér finnst það bara ekki nóg. Ég vil halda í þessa, halda að við séum með 9 manns í sveitarstjórn. Og að því við erum að tala sko, hvernig við fáum ólíka raddir til þess að heyrast úr sveitarfélaginu, þá erum við vissulega með hverfisráð. Til þess einmitt að vera rödd okkar inn í þessi minni byggðarlög. En þær raddir hafa því miður ekki fengið alveg að njóta sín og get ég alveg nefnt hvað stærsta dæmið. Það var til dæmis breyting á skólalóðum Ég satt held í 3 fundi þetta mál, Hverfisráði heima líka, þar sem að komu alls konar ábendingar. Þekking heimamanna á sínu svæði. Þegar ég tala sínu svæði þá tala ég skólalóðina sem að við sem foreldrar sitjum og notum. Hverfisráðfundaði, skólaráðfundaði. Þegar á botnum var kvöld þá var okkur tilkynnt að þessu ekki breytt. Þannig að
já, mér finnst svo margar ástæður fyrir því að við ættum ekki að breyta þessu, heldur halda þessu þannig að sem flestar raddir fá að heyrast í sveitarstjórn. Takk fyrir. Jónas hefur lokið máli sínu. Ingibjörg að biðja orðið? Já, Ingibjörg, gjörðu svo vel. Forseti, ég ætla að fá að leggja hérna inn bókun fyrir fulltrúa VAF, S og M-listans. En fulltrúar VAF, S og M-listans leggjast gegn því að fulltrúum í sveitarstjórn verði fækkað úr 9 í 7. Norðurþing er víðfemt og fjölbreytt sveitarfélag með 3 þéttbýliskjarna og ólíka hagsmuni íbúa. Slík uppbygging kallar á fjölbreytta aðkomu í ákvörðunartöku. Fækkun fulltrúa myndi óhjákvæmilega leiða til einsleitni í hópi kjörinna fulltrúa, skerða lýðræðislega þáttöku og draga úr því að ólík sjónarmið fá að heyrast. Sá sparnaður sem fæst með fækkun fulltrúa vegur ekki upp á móti þeim áhrifum sem slík breyting hefði á lýðræðislega umræðu og hagsmunagæslu innan sveitarfélagsins. Mikilvægt er að sveitarstjórn endurspegli breidd samfélagsins og tryggi að raddir ólíkra svæða og hópa fái notið sín. Og undir þetta skrifa Ingibjörg, Jónas, Áki og Benóni. Takk. Ingibjörg hefur lokið máli sínu, orðið er laust. Helena hefur beðið orðið, gjörðu svo vel Helena. Forseti, ég ætla kannski ekki að fara að dvelja við kosti og galla þess að fara úr 9 fulltrúum í 7. Það er búið að fara ágætlega inn á svona helstu atriði þar sem snúast meðal annars að kostnaði en einnig líka bara skilvirkari ákvarðanatöku og skýrari ábyrgð en sem sömuleiðis getur fylgt á auki álag á hvern fulltrúa og aukin hætta á samþjöppun valds eða einhverjar ákveðnar raddir heyrist ekki. Þetta eru bara sjónarmið sem togast á það hvað er besta mögulega niðurstaðan. Mér langar samt kannski aðeins að koma inn á að þegar núgildandi samþykktir með bara áorðnum breytingum, þegar þær eru skrifaðar, þá eru þær skrifaðar miðað við það að það sé 4 flokkar í sveitarstjórn. Þannig að nú horfum við fram á að þeir geti orðið 6. Þannig að þetta er allt breytingum háð. Við getum verið næsta kjörtímabil með kannski 2 eða 3 framboð og svo kannski bara persónukjör eins og það er að gerast í Langanesbyggð til dæmis í aðdraganda þessara sveitarstjórnarkosninga. En mér langar líka að draga aðeins fram að því að hér hefur verið talað líka raddir íbúa og sérstaklega kannski þá í minni byggðakjörnunum og dreifbýlinu að það er núna verið að vinna að nýjum sveitarstjórnarlögum og í þeim er kafli eða lagagrein sem að snýra að heimastjórnum og þar er lagt upp með það að ráðherra skuli semja fyrirmyndarreglum sem sveitarfélög setja sér í samþykktum stjórn sveitarfélags skipan, hlutverk og valdheimildir nefndar sem í lögum þessum telst vera heimastjórn. Og þarna er í rauninni heimastjórnin fær meira vald í rauninni heldur en okkar hverfisráð hafa haft í dag. Þannig að það er í rauninni verið að búa til kerfi sem í grunninn kannski byggir á því sem við höfum haft með hverfisráðunum en þó með auknar valdheimildir þar sem að heimastjórnina nái þessi lög fram að ganga og verða veruleika að þær eiga að teljast til fastanefnda sem er þá bara eins og byggðaráð, fjölskylduráð og skipulags- og framkvæmdaráð. Þannig að það gangi þessi lög í gegn með þessu ákvæði inni, þá finnst mér það hafa líka bara töluverð áhrif á það hvað er best að gera varðandi fjölda fulltrúa. Af því að þarna er sannarlega verkfæri til að koma fleiri röddum að. Helena hefur lokið máli sínu, orðið er laust. Ekki fleiri sem vilja kveða sér hljóðs það. Þá vil ég beða þau sem geta samþykkt tillöguna
sem felur eingöngu í sér að næsta sveitarstjórn kanni möguleika á kosti þess að fækka fulltrúum. Gefum merki með því að rétta upp hönd. Einhverja móti? Já, þá þessi tillaga samþykkt með atkvæðum Soffíu, Kristins, Helenu, Eiðs og Hjálmars og á móti eru Benóný, Jónas, Ingibjörg og Áki. Við förum í mál númer 10 sem farsæld barna. En á 240. fundi fjölskylduráðs var bókað að ráðið samþykki starfsreglur samþætta þjónustu í þágu farsældar barna og vísar þeim til staðfestingar í sveitarstjórn. Og það Kristinn Jóhann, formaður fjölskylduráðs, sem hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Kristinn. Já, forseti sveitarstjórn. Þetta eru nýja reglur sem snúa samþættri þjónustu í þágu farsældar barna sem skipulag og samfelld þjónusta sem hefur það að markmiði að stuðla að farsæld barna og veita þeim þjónustuveitendum sem eru best til þess fallnir að mæta þörfum barna hverju sinni. Markmið reglana að tryggja að börn og foreldrar sem á þurfa að halda hafi aðgang að samþættri þjónustu við hæfi án hindrana. Að brugðist sé við ef þörfur á þjónustu og stuðla sé að samfelldri, snemmtækri og heildstæðri þjónustu með hagsmuni barna að leiðarljósi. Og þetta sem sagt, já, eins og kom fram, nýja reglur. Kristinn hefur lokið máli sínu. Áki Áki ekki beðið orðið. Orðið laust. Enginn sem óskar eftir að ræða þetta mál frekar, þá vil ég bauða þau sem geta samþykkt reglurnar eins og að líta út að gefa merki með þeir rétta upp hönd. Samþykkt samhljóða. Og við förum í mál númer 11 sem eru reglur sérstakan húsnæðisstuðning. En á 240. fundi fjölskylduráðs var bókað að ráðið samþykkir breytingar á reglum sérstakan húsnæðisstuðning í tengslu við breytingar félags- og húsnæðismálaráðuneytis í viðmiðunar fjárhæðum vegna mats á áhrifum tekna og eigna og vísa til staðfestingar í sveitarstjórn og orðið laust. Enginn sem vil ræða það, þá vil ég biðja þeim sem geta samþykkt þessar reglur að gefa merki með því að rétta upp hönd. Samþykkt samhljóða. Og við förum í mál númer 12 sem óskum afmörkun lóðar á Kaldbakshöfða. En á 237. fundi skipulags- og framkvæmdaráðs var bókað að það bókað að meirihluti skipulags- og framkvæmdaráðs, Soffía, Ingibjörg og Rebekka fellast ekki á að skilgreina lóð undir húsið á þessu stigi. Húsið stendur óskipulögð opnu svæði samkvæmt gildandi aðalskipulagi. Eiður og Þorsteinn telja rétt að veita Ugga EHF lóð undir húsið og Soffía hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Soffía. Forseti. Það ljóst að ágreining var að ræða á síðasta fundi skipulags- og framkvæmdaráðs varðaði úthlutun á lóð til Ugga EHF undir húsnæði fyrirtækisins á Kaldbaksleiti. Rúm vika liðin síðan þá og eins og allir vita þá ein vika löng í pólitík. Frekari gögn hafa komið fram í málinu og það skoða meðal annars út frá skipulagi því sem mun taka gildi innan skamms. Aðalskipulag Norðurþings á árunum 2025 til 2045. Húsið hefur staðið þarna í 4 áratugi en stóð áður á Búðavöllum. Húsið var upprunalega byggt árið 1903 og þá sem suðausturhluti verslunarhúsa Örum og Wulf. Þessi hluti hússins var fluttur set innan lóðar í kringum 1945. Í tengslum við brúargerð þegar Marabraut var tengd við Garðarsbraut yfir Búðagil á sínum tíma þá þótti húsið standa óheppilega nærri götu og var því flutt suður á Kaldbaksleiti þar sem það var notað árabil í tengslum við starfsemi í skreiðarhjöllum á svæðinu. Húsið nýtur verndar samkvæmt húsfriðunarlögum. Núverandi eigandi fékk leyfi til að lagfæra húsið fyrir 25 árum síðan og á þeim tíma var honum lofað að húsið fengi að standa að minnsta í 10 ár til viðbótar. Svo réttlætanlegt væri að standa í kostnaði við lagfæringarnar. Húsið stendur á grænu svæði utan byggingarsvæða samkvæmt gildandi skipulagi.
Fyrirliggjandi tillaga að aðalskipulagi Norðurþings 2025-2045 gengur hins vegar út á að verslunar- og þjónustusvæði við Kaldbak stækki til norðausturs og lendir þetta hús þá innan þess svæðis við gildistöku aðalskipulagsins. Ekkert deiliskipulag er til á þessu svæði. Húsið er fallegt og í raun eitt af byggingartáknum Húsavíkur, þannig ratar það oft og tíðum inn á ljósmyndir af svæðinu. Húsið er í eðli sínu ekki fyrir neinum þar sem það stendur og eflaust langt í uppbyggingu á þessu svæði. Að þessu sögðu og með tillit til þess sem hér hefur komið fram legg ég til við sveitarstjórn að húseiganda verði veitt lóð undir húsið. Fyrir liggur tillaga skipulagsfulltrúa 364,3 fermetra lóð undir húsið og legg ég til að lóðarsamningur verði gerður á grunni þeirrar afmörkunar. Og bókunin sem ég legg fram eftirfarandi. Í ljósi ágreinings í skipulags- og framkvæmdaráði á 237. fundi skipulags- og framkvæmdaráðs varðandi afmörkun lóðar pakkhúsið á Kaldbaksleiti er máli tekið inn fyrir sveitarstjórn á grunni samþykkta sveitarfélagsins. Soffía Gísladóttir, formaður skipulags- og framkvæmdaráðs, gerir tillögu til sveitarstjórnar að húseiganda verði boðin lóð umhverfis húsið á grunni fyrirliggjandi tillögu skipulagsfulltrúa að 364,3 fermetra lóð undir húsið. Lóðarsamningur verði gerður til ársloka 2045 eða til samræmis við gildistíma aðalskipulags Norðurþings 2025 til 2045. Soffía hefur lokið máli sínu, orðið er laust. Ekki fleiri sem vilja tjá sig það, þá göngum við semst til atkvæða þá tillögu sem að Soffía leggur hér til og við skulum fá hana snöggvast upp á skjáinn. Eftir smá stund. Já. Hér leggur formaður skipulags- og framkvæmdaráðs til að, sem sagt, í ljósi ágreinings í skipulags- og framkvæmdaráði og fundinum og svo framvegis að það verði úthlutun á pakkhúsinu á Kaldbaksleitinu og málið þá tekið fyrir hérna í sveitarstjórn. Það snýst þá að þessu verði veitt lóðar úthlutun. 364 fermetrar lóð undir húsið til ársloka 2024 sem er til samræmis við gildandi 45, þakka fyrir Benóni, til samræmis við gildistíma aðalskipulagsins. Þau sem geta samþykkt þetta, gefið merki með þeirra spurning. Já, Jónas, gjörðu svo vel. Þú mátt gjörðu svo vel, við opnum orðið aftur. Gjörðu svo vel, Jónas. Forseti sveitarstjórn, fyrirgefið, ég var aðeins að hugsa mér aðeins skrítið í þessu máli, sko, ekki það ég sé búin að mynda með eitthvað skoðun á þessu, það er ekki það. En mér finnst einhvern veginn réttar það sem eru komin nýgögn í þessu máli og svona, að þetta færi aftur inn í skipulags- og framkvæmdaráð og teki upp þar aftur. Og þau ræðum þetta þar og að það myndast þarna greinlega ágreiningur en samþykkt með meirihluta og svo kemur þetta fyrir sveitarstjórn. Þið verður bara að fræða mig en mér finnst rétt að það færi aftur inn í skipulags- og framkvæmdaráð. Takk fyrir. Með leyfi varaforseta. Já, forseti ágæta sveitarstjórn, það varð semst ágreiningur í skipulags- og framkvæmdaráði. Enga síður kemur tillaga fyrir þennan vettvang sveitarstjórnina og eins og í síðasta máli, við elskum öll lýðræðið og við séum mörg að tala þetta hér, þá kemur semst tillaga og í grunninn erum við þá, getur sagt, að greiða atkvæði það sem að minnihluti var sammála á fundinum en meirihlutin ekki, þannig nú það til atkvæði semst hér og þegar máli í ágreiningi nefndum að ráðum, koma máli alla jafna fyrir
fyrir sveitarstjórn svona oftast og þess vegna þessi breyting núna, þess vegna er að greiða atkvæði hér, þannig að það er ekkert nýtt í grunninn sem er kannski verið að ræðum í hérna skipulags- og framkvæmdaráði, myndi ég segja, en að það er bara verið að hérna greiða atkvæði þetta hér í sveitarstjórn. En orðið laust ef að hérna mér sýndist formaður skipulags- og framkvæmdaráðs nikka mig og ég sem að hérna gefa henni orðið. Gjörðu svo vel, Soffía. Forseti, takk fyrir. Ég ætla bara að útskýra að hérna þar sem að ég vísa í frekar gögn minnisblað frá skipulags- og byggingafulltrúa sem liggur fyrir sveitarstjórn í dag, þannig að þau getur kynnt málið þar. Eins er það að það er heppilegra að klára þetta mál innan þessara sveitarstjórnar og það er heimilt samkvæmt stjórnsýslulögum eða sveitarstjórnarlögum því annars værum við að fara með málið yfir í skipulags- og framkvæmdaráð sem þyrfti að fá síðan samþykkt næstu sveitarstjórnar. Þannig að þar sem við erum á mörkum þessa að ný sveitarstjórn taki við, þar sem við erum hér á okkar síðasta sveitarstjórnarfundi, þótti farsælla að núverandi sveitarstjórn kláraði þetta mál hér í dag. Já, göngum við þá til atkvæða og ég syns biðja þau sem eru sammála þessari tillögu formanns skipulags- og framkvæmdaráðs að gefa merki með því að rétta upp hönd. Nei, einhverja móti? Nei, þá er hún samþykkt með atkvæðum Soffíu, Benónís, Kristins, Helenu, Eiðs og Hjálmars og Jónas, Ingibjörg og Áki sitja hjá. Við fyrir það í málum 13 sem umsókn lóðina að Auðbrekku 2 á Húsavík. En á 237. fundi skipulags- og framkvæmdaráðs var bókað að ráðið leggur til í sveitarstjórn að Rafkletti EHF verði úthlutað byggingalóðinni að Auðbrekku 2 samkvæmt fyrirliggjandi lóðablaði og það er formaður skipulags- og framkvæmdaráðs sem að allar taka til máls. Gjörðu svo vel, Soffía. Forseti, það eru tæp 5 ár síðan fyrsta skóflustungan var tekin við Auðbrekku 2, þar sem nýtt hjúkrunarheimili mun nú rísa. En það var í tíð fyrri sveitarstjórnar sem núverandi sveitarstjórn tók við af. Í kjölfari var þó langt hlé eins og við þekkjum og grunnurinn eða holan eins og hún hefur verið nefnd hefur staðið opinn mörgum íbúum til mikils ama. Á þessum tíma báru sveitarfélög ábyrgð á 15% hlutdeild í stofnkostnaði hjúkrunarheimila en með ákvörðun stjórnvalda árið 2024 og síðari lagasetningu sem tók gildi sumarið 2025 var þessu fyrirkomulagi breytt í grundvallaratriðum. Sveitarfélögum var þar með létt af fjárhagslegri ábyrgð á uppbyggingu hjúkrunarheimila og ríkið tók alfarið við fjármögnun og ábyrgð á öflun húsnæðis. Meðal annars með langtíma samningum í gegnum opinbert útboðsferli. Því hefur þessi töf ekki að öllu leyti verið slæm fyrir sveitarfélagi, heldur léttir verulega á fjárhagsskuldbindingum þess. Í útboði á vegum Framkvæmdasýslu ríkisins var gengið samninga uppbyggingu nýs 60 rýma hjúkrunarheimilis en Pekrún átti lægsta tilboði fyrir hönd Rafkletts EHF og hlaut þar með verkið. Með því voru skilyrði loks sköpuð til að ljúka þeirri uppbyggingu sem hófst með fyrstu skóflustungu haustið 2021. Það er því með mikilli ánægju sem ég legg til við sveitarstjórn fyrir hönd skipulags- og framkvæmdaráðs að Rafkletti EHF verði úthlutað byggingalóðinni að Auðbrekku 2 samkvæmt fyrirliggjandi lóðablaði. Soffía hefur lokið máli sínu með leyfi varaforseta. Forseti, ágæta sveitarstjórn, ein ánægjulegasta lóðarumsókn þessa kjörtímabils eins og Soffía fór hér rétt yfir loksins. Og það er barátta þessara sveitarstjórnar sem að hér situr fyrir þessu mikla hagsmunamáli sem nú er að skila sér. Skóflustunga í nóvember 2021 og nú kveðjum við hóluna sem hefur staðið í rúm 4 ára og það var einmitt á okkar vakt á þessari sveitarstjórn sem falli frá þessari 1585 kostnaðarskiptingu ríkis- og sveitarfélaga við uppbyggingu hjúkrunarheimila og ég vil segja við ykkur hér inni takk fyrir þessa baráttu.
Verkefnið núna ríkisins að fullu og án þess að lengja fundi með einhverju söguskýringum, þá væri við milljarði skuldsettari hefðu áformi náð fram að ganga ef við höfum náð fram að ganga á sínu tíma. En orðilaust. Benóný Valur hefur beðið orðið, gjörðu svo vel Benóný. Forseti, ertu alveg vissum og sett ekki frambóðið? Ég bara heila varð að koma upp og spyrja þess. En svona, að því ég hefum gert það áður, þá varst að gera það enn aftur að vissulega var það þakkarvert af ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur að afnema þessa bindiskyldu sveitarfélaga sem að hafði afskaplega lítið með okkar baráttu að gera, en við skulum klappa okkur samt á bakið, þetta var vel gert. Benóný hefur lokið máli sínu með leyfi varaforsta. Nei, hún er með hendinu uppi. Helena Eydís hefur beðið orðið, gjörðu svo vel Helena. Forseti, hér erum við mætt í keppnina það hver ber ábyrgð á hjúkrunarheimilinu og hvar við erum stödd þar. Velkomin. En mér langar nú bara fyrst og fremst að koma hér upp og fagna þessu, að við séum komin á þannig stað og að það hilli undir það að við sjáum hjúkrunarheimilið glæsilegt rísa upp úr holunni. Og það sem mér finnst eiginlega raunverulega leiðilegast að Alda Unnar Traustadóttir sem hefur setið með okkur hér í sveitarstjórn skuli vera fjarverandi í dag þar sem hún tók nú þessa frægu skóflustungu sín tíma. En það má samt ekki gleyma því að því að við erum í keppninni hver ber ábyrgð á þessu að þá það ríkisstjórn Katrínar Jakobsdóttur ef man rétt sem að fór í þessa vegferð og það starfaði starfshópur sem var að fara ofan í saumana á því hvernig skyldi staðið að fjármögnun bygginga hjúkrunarheimila og fyrirkomulega rekstri þeirra. Og eins og með mörg önnur góð verk sem að ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur hefur svo fullnustað eru þau arfleifð frá þeirri ríkisstjórn og þar með talið þetta hjúkrunarheimili. Helena hefur lokið máli sínu orðið laust. Með leyfi varaforsta. Forseti ágæta sveitarstjórn. Ég hafði stytt söguskýninguna mjög mikið. En ég sannarlega fagna því ef að fulltrúi Samfylkingarinnar vill eigna sér það að ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur færði málaflokkinn úr heilbrigðisráðuneyti í félagsmálaráðuneyti og núna uppbygging hjúkrunarheimila í menntamálaráðuneyti. Það var búið að ákveða það, bara svo þessi haldið til haga. Það falla frá þessari kostnaðarskiptingu undir ríkisstjórn Katrínar Jakobsdóttur, en það var frábært þegar þáverandi félagsmálaráðherra, núverandi menntamálaráðherra sem fjallar uppbyggingu hjúkrunarheimila kom og skrifaði undir með pompi og prakt. Eina sem breyttist var að það var að fara úr félagsmálaráðuneyti, frá heilbrigðisráðuneyti til félagsmálaráðuneyti og svo án þess að ræða það og kom ekki einu sinni að skrifa undir og sagði okkur það, færði málaflokkinn en nú verið að fjalla námsgögn, námskrá og uppbyggingu hjúkrunarheimila í mennta- og barnamálaráðuneyti. En orðið laust, Jónas Þór, gjörðu svo vel. Herðu, ég ætla bara að fagna því að þetta sé komað það við og minna á það að það var fulltrúi VAFF-listan sem tók fyrstu skóflustunguna. Takk fyrir. Jónas hefur lokið máli sínu, keppninni lokið. Þá vil ég biðja þau sem geta samþykkt þessa úthlutun öll á sínum forsendum að gefa merki með þeir rétt upp hönd. Samþykkt samhljóða. Og við förum í mál númer 14 sem umsögn lóðastækkun og breytingu á gangstétt
við Garðarsbraut 27 en á 237. fundi skipulags- og framkvæmdaráðs var bókað að ráðið felur skipulagsfulltrúa að láta vinna lóðarblað með þeirri lóðarstækkun sem beðið er Gera verður fyrirvara umferðarrétt rarik lóðina verður spennustöðvar sem í húsinu og ráðið leggur til í sveitarstjórnar lóðarstækkunir verði samþykkt og orðið laust. Enginn sem vil ræða það, þá vil ég biðja þau sem geta samþykkt þessa úthlutun og niðurstöðu skipulags- og framkvæmdaráðs að gefa merki með því að rétta upp hönd. Samþykkt samhljóða. Förum við þá í fundargerðir og við byrjum, ætlaði ég að taka hlé? Nei. Það venju samkvæmt ekki hlé þarna en mér fannst hléð áðan ágætt, þannig að við höldum fundinu bara áfram. Við byrjum að máli númer 15 og 16 sem eru fundargerðir fjölskylduráðs númer 239 og 240 og ég vil biðja kjörna fulltrúa að taka fram í hvorri fundargerðinni og í hvaða lið í þeirri fundargerð fólk óskar eftir að taka til máls og orðið er laust. Enginn sem vil ræða þær, frekar teljast þær framlagðar og við færum okkur yfir í fundargerðir skipulags- og framkvæmdaráðs liði númer 17 og 18, fundargerð númer 236 og 237 og orðið er laust. Soffía hefur beðið orðið, gjörðu svo vel Soffía. Forseti, mér langar að ræða fund 237 og 3 mál. Sem eru sambarleg, mál 8, 9 og 10 framkvæmdaleyfi til Orkuveitu Húsavíkur. Mér langaði að vekja athygli á þessum 3 málum þar sem að við í skipulags- og framkvæmdarráði hefum þurft að draga úr framkvæmdum á þessu ári vegna fjárhagsörðugleika í tengslum við málefni Bakka. En þá er svo ánægjulegt að segja frá því að við afgreiddum 3 framkvæmdaleyfi til Orkuveitu Húsavíkur og þau eru eftirfarandi. Það er lagning nýrra vatnsveitu frá gatnamótum Grundargarðs Stóragarðs og að gatnamótum Stóragarðs Skálabrekku. Þetta verk er liður í að bæta afhendingaröryggi á köldu vatni í bænum og verktími er áætlaður frá seinni hluta maí til loka ágúst. Svo er það að nefna lagningu nýrrar regnvatnslagnar meðfram Auðbrekku í brunni í Héðinsbraut. Og einnig er áætlunin að tengja fráveitu frá Gervigrasvelli inn á sömu lögn. Og þetta verk er liður í að aðskilja regnvatn og annar hreint vatn úr skólpkerfi og skólplögnum bæjarins. Og verktími þar er áætlaður frá seinni hluta apríl til loka júlí. Og að síðustu var veitt framkvæmdaleyfi endurnýjun fráveitu frá aðalbraut af Framnesvegi á Raufarhöfn. Ætlunin er að endurnýja skólplögn á þessu svæði og fækka þar útrásum úr 2 í 1 og verktími þar er áætlaður frá byrjun maí til loka júlí. Soffía hefur lokið máli sínu í þessum 8. lið í fundargerð skipulags- og framkvæmdaráðs númer 237. Eða aðra liði í fundargerðum skipulags- og framkvæmdaráðs. Svo er ekki, teljast þær þá framlagðar og við förum í fundargerðir byggðaráðs mál númer 19 og 20 sem er þá byggðar á norðurhús númer 519 og 520 og orðið er laust. Helena hefur beðið orðið, gjörðu svo vel Helena. Forseti, ég vil taka til máls lið 7 í fundargerð byggðaráðs númer 520. Þar óskar Alda Unnar Traustadóttir fulltrúi Vinstrihreyfingarinnar græns framboðs eftir upplýsingum viðskiptakjör 5 stærstu viðskiptavina Orkuveitu Húsavíkur vegna sölu á heitu vatni og leggur jafnframt fram bókun með leyfi forseta. Alda óskar bókað í gögnum sem liggja fyrir kemur fram að ekki gilda sömu afsláttarkjör fyrir alla viðskiptavini OH.
Undirritað telur það óeðlilegt og ósanngjarnt og hvetur stjórn til að lagfæra það. Eðlilegra væri að sömu kjör myndi gilda fyrir alla stórnotendur og ef áhugi fyrir því að veita afslátt sem að mati undirritar í góðu lagi, þá ætti það að gilda fyrir öll fyrirtæki, ekki bara sum. Á fundi sveitarstjórnar þann 25. mars síðastliðinn var lögð fram fundargerð stjórnar Orkuveitu Húsavíkur frá 20. mars. Upplýsingar afsláttarkjör og samningur eins stórnotanda hafa því legið fyrir og verið aðgengileg sveitarstjórnarfulltrúum öllum, þar með talið fulltrúa Vinstri-hreyfingarinnar, síðan að fundur Orkuveitunar fór fram. Þann 12. mars 2020 var gjaldskrá Orkuveitu Húsavíkur fyrir árið 2020 til umfjöllunar hjá stjórn hennar og bókuð afstaða stjórnar á breytingum á henni. Bókunin er svohljóðandi, með leyfi forseta: Stjórn OH samþykkir að felldur verði úr gjaldskrá félagsins afsláttur til stórnotenda vegna notkunar á köldu iðnaðarvatni. Einnig að lagt verði upp með að veittur verði 75% afsláttur af notkun á heitu vatni fari notkunin yfir 100.000 rúmmetra á ári. Þarna að ræða stefnumarkandi ákvörðun stjórnar Orkuveitunar sem fylgt var í gjaldskrám hennar til ársins 2025, en þá var þetta ákvæði afslátt tekið út. Vinstri-hreyfingin Grænt framboð hefur átt fulltrúa í stjórn Orkuveitunar frá árinu 2014 þegar framboðið var í meirihluta með Sjálfstæðisflokki. Framboðið var jafnframt í meirihluta á kjörtímabilinu 2018 til 2022. Aldrei fyrir nú hefur fulltrúa Vinstri-hreyfingarinnar í stjórn Orkuveitunar gert athugasemdir við afsláttarkjörin sem samþykkt voru í mars 2020, né heldur lagt annað til, heldur þvert á móti samþykkti þáverandi varamaður framboðsins í stjórn framangreind afsláttarkjör. Á það var bent í oddvitasamtali að Sjálfstæðisflokkurinn hefði farið með formennsku í stjórninni undanfarin kjörtímabil. Þó að framboð farið með formennsku í stjórn og ráði þýðir það ekki að sá fulltrúi sem sinnir formennsku beri einn ábyrgð á dagskrá, ákvörðunum og eftirfylgni í viðkomandi stjórn, heldur bera allir aðalmenn sömu ábyrgð. Allir fulltrúar Vinstri-hreyfingarinnar sem setið hafa í stjórn frá árinu 2014 hefðu því á hverjum tíma geta lagt fram tillögur eða óskað eftir gögnum nýtingu og gjald stórnotenda fyrir heita vatnið, en gerði það ekki fyrr en á framangreindum fundi 20. mars síðastliðinn. Mig langar að benda á að í viðskiptastefnu Orkuveitu Húsavíkur sem unnin var á kjörtímabilinu 2018 til 2022 þegar framboð Vinstri-hreyfingarinnar var í meirihluta stendur eftirfarandi, með leyfi forseta: Orkuveita Húsavíkur skal leita allra leiða til að veita atvinnustarfsemi sem krefst mikillar vatnsnotkunar, aðgang að heitu og köldu vatni og öflugri fráveitu á sanngjörnu verði með það að markmiði að efla búsetugæði og atvinnustarfsemi á starfssvæðinu. Miðað við þær upplýsingar sem eru og hafa verið aðgengilegar öllum fulltrúum í stjórn Orkuveitunar og sveitarstjórn auk varafulltrúa fæ ég í það minnsta ekki séð annað en að gjaldtaka vegna notkunar á heitu vatni stórnotenda hafi verið í samræmi við annars vegar ákvörðun stjórnar Orkuveitunar frá árinu 2020 og hins vegar viðskiptastefnu félagsins. Ég sömuleiðis þeirrar skoðunar að hvort sem eru samningar, reglur, gjaldskrár eða stefnur sem við setjum okkur í starfsemi sveitarfélagsins, þá eðlilegt að slíkt sé endurskoðað með reglubundnum hætti. Þegar ákvarðanir eru teknar fyrir, liggja tilteknar upplýsingar og forsendur til grundvallar þeim og þær teljast á þeim tímapunkti réttar og góðar. Svo líður tíminn og þær verða barn síns tíma og ekki í samræmi við stöðuna í nútímanum. Ég vildi hvetja til þess að þau okkar sem verða hér áfram að loknum kosningum hafi þetta í huga og endurskoði reglulega gjaldskrár, reglur, samninga og stefnur sveitarfélagsins. Í kjölfar oddvitasamtals á vegum Morgunblaðsins birtist í gær frétt á vefmiðli blaðsins meinta risaafslætti á heitu vatni. Og vísun í meinta risaafslætti vitanlega fyrirsögn blaðsins. Í fréttinni eru nafngreind 2 fyrirtæki sem sögðu vera meðal stórnotenda í hópi viðskiptavina Orkuveitunar. Það bendir því miður aðeins til eins og það að innan stjórnar Orkuveitunar eða sveitarstjórnar hafi orðið trúnaðarbrestur. Og einhver í okkar hópi hafi séð sér hag í því að upplýsa eða afhenda blaðamanni á einum af stærstu vefmiðlum landsins
upplýsingar sem varða hagsmuni annars vegar viðkomandi fyrirtækja og hins vegar opinbera hlutafélagsins sem í eigu okkar íbúa í Norðurþingi. Orkuveitu Húsavíkur. Það þykir mér miður og þeim einstaklingi til minnkunar. Í því samhengi vil ég benda á að í starfsreglum stjórnar Orkuveitu Húsavíkur kemur eftirfarandi fram með leyfi forseta. 4. grein, þagnar og trúnaðarskylda. 4.1. Á stjórnarmönnum hvílir þagnarskylda málefni félagsins, hag viðskiptavina þess, svo og önnur atriði sem þeir fá vitneskju í starfi sínu sem stjórnarmenn og leynt skulu fara samkvæmt samþykktum félagsins, lögum eða eðli máls, nema sé að ræða málefni sem stjórnin ákveður að gera opinber eða slíkt leiði af ákvæðum laga opinber hlutafélög eða samþykktum félagsins. Þagnarskylda helst þótt látið sé að starfi. Brot gegn framangreindri þagnarskyldu getur varðað refsingu samkvæmt ákvæðum opinberra hlutafélaga og eða almennra hegningarlaga og skaðabótaskyldu samkvæmt almennum skaðabótareglum. Í 28. grein sveitarstjórnarlaga segir í síðasta málslið með leyfi forseta. Sveitarstjórnarmenn skuli geta trúnaðar það sem þeir verða áskynja í starfi sínu og leynt á að fara samkvæmt ákvæðum 10. kafla stjórnsýslulaga. Í 10. kafla stjórnsýslulaga 42. grein þagnarskyldu segir eftirfarandi með leyfi forseta. Hver sá sem starfar á vegum ríkis eða sveitarfélaga bundinn þagnarskyldu upplýsingar sem eru trúnaðarmerktar á grundvelli laga eða annarra reglna, eða þegar að öðru leyti nauðsynlegt að halda þeim leyndum til að vernda verulega opinbera hagsmuni eða einkahagsmuni, svo sem og þá vil ég vekja sérstaklega athygli á 9. tölulið, aftur með leyfi forseta, virka, fjárhags eða viðskiptahagsmuni fyrirtækja og annarra einkaréttarlegra lögaðila, svo sem rekstrar eða samkeppnisstöðu, svo og viðskiptaleyndarmál sem sanngjarnt og eðlilegt að leynt fari Frá því ég tók við formennsku í byggðarráði 1. janúar 2025 þá höfum að minnsta kosti einu sinni rætt ítarlega trúnað og hér sé ég mig knúna til að ræða trúnað á opnum fundi sveitarstjórnar. Ég harma það að einhverjur okkar hópi hafi séð hag sínum betur borgið með tilraun til að slá pólitískar keilur og með því að upplýsa blaðamann og þar með alþjóð upplýsingar sem teljast til trúnaðarupplýsinga, viðskiptahagsmuni fyrirtækja í okkar samfélagi og fyrirtækis í eigu okkar íbúana og leið að rýra traust á stjórnsýslu sveitarfélagsins og stjórn Orkuveitunnar. Það afleitt í viðkvæmri stöðu sveitarfélags sem stendur í umfangsmikilli vinnu við að laða fyrirtæki hingað að þetta séu upplýsingar sem þau fá staðbundna stjórnvaldið okkar, að héðan leki trúnaðargögn út. Má ég biðja að kjörnir fulltrúar fastanefnda, fulltrúar í stjórnum fyrir hönd sveitarfélagsins og varamenn þeirra sýni af sér betri og faglegri vinnubrögð og hafi standardinn hærri en þetta. Ég vil að lokum leggja fram eftirfarandi bókun. Undirrituð telja að innheimta vegna heitavatnsnotkunar stórnotenda í hópi viðskiptavina Orkuveita Húsavíkur hafi verið og séu í fullu samræmi við fyrri ákvarðanir stjórna og viðskiptastefnu félagsins. Undirrituð bera fullt traust til meirihluta stjórnar Orkuveitu Húsavíkur OHF til að endurskoða gildandi samninga við stórnotendur og afsláttarkjör sem stórnotendur njóta. Undirrituð harma jafnframt að fyrirtæki í okkar samfélagi hafi verið dregin inn í opinbera umfjöllun með þessum hætti. Eiður Pétursson, Helena Eydís Ingólfsdóttir, Hjálmar Bogi Hafliðarsson, Kristinn Jóhann Lund og Soffía Gísladóttir. Helena hefur lokið máli sínu, orðið laust þennan 7. lið fundargerðar byggðarráðs. Jónas hefur beðið orðið, gjörðu svo vel, Jónas. Já, það var fyrirgeð, fórseti, kjörnir fulltrúar. Það var kom fram aðeins aftur fyrst mér sem áttu kannski heima í óttuðtömmunar en ég hjartan á sammála hins vegar þagnarskyldunni. En hvað þessu máli varðar, þá ætla ég nú svo sem ekki að höggva neitt. En
ég ætla að taka undir bókunina Alder, það sem að mér, ég vil að við séum sanngjörn þegar kemur að samningum og frábært ef við ætlum að endurskoða samninga sem að við standast ekki tímans tönn og við endurskoða þá fyrir ekki nú misti með aðeins og við séum, við séum sanngjarnt og það gildir við alla, bara eins og kemur fram í bókun. Það kannski vilja fleiri hefur tekið undir þessa bókun þar sem hún snýst sanngirni en það er annar mál. Það verður mig. Jónas er lokið máli sínu, orðið er laust. Með leyfi varaforseta. Forseti, ágæta sveitarstjórn, ég vil byrja að þakka Helenu fyrir hennar yfirferð hér á þessu máli. Orkuveita Húsavíkur er opinbert hlutafélag í eigu Norðurþings og gegnir mjög miklu hlutverki í öllum innviðum og atvinnulífi sveitarfélagsins og í slíkri starfsemi er grundvallaratriði að ríki traust, fagmennska og trúnaður viðskipti og það snýst ekki að hafa skoðun á þagnarskyldu, hún er einfaldlega bundin í lög. Við getum alveg haft skoðun og alls konar en þar með talið orkusölu samningum og trúnaður og fagmennska eru ekki valkvæð í þessu, heldur grundvallar skilyrði. Upplýsingar sem varða viðskiptasamninga eru í eðli málsins samkvæmt viðkvæmar og mikilvægt að meðferð þeirra fari fram á réttum vettvangi í stjórn Orkuveitunar. Sitjandi í stjórn Orkuveitunar þá er það þannig því að fulltrúi Vinstri grænna er að kalla eftir því að sem verið endurskoða samninga, það var samþykkt. Eftir það kemur samt þessi bókun. Það er í gangi endurskoðun, samt kom þessi bókun. Og hvað græðum við á því, eins og Helena fór yfir, að draga fram orkusölu samninga við einstaka fyrirtæki út í bæ, að draga það fram á stóra sviðið bara á Íslandi. Hvað græðum við á því? Ekki neitt. Í besta falli að slá einhverja pólitíska keilur eins og hér var farið yfir og það er ekki þannig að allir eiga að fá sömu kjör í Orkuveitunni. Viljum við ekki bara sundlega Húsavíkur borgir samkvæmt gjaldskrá og hækkum bara kortið upp í 100 skall á ári og staku miði kosti svona 37 skall. Það virkar ekki svona. Við sjálf erum að kaupa af okkar eigin fyrirtæki. En það virkar ekki þannig að það einhver sanngjörn kjör að það bara eigi allir að vera eins undir í Orkuveitunni. Þannig virka ekki viðskiptasamningar. Ef að það vilji til þess að bæta verklag, auka gagnsæi, endurskoða samninga, þá er það rétt og það er eðlilegt eins og Jónas nefndi, en slík vinna þarf þó að fara fram með formlegum hætti og innan stjórnskipulagsins og í samræðu við þá aðila sem bera ábyrgð í rekstri og eigandastefnu. Að færa umræðuna viðkvæm viðskipti út fyrir þennan ramma til aðila sem hvorki bera ábyrgð né tengjast beint starfseminni, ég tala ekki búsettir í öðru sveitarfélagi, það bara einfaldlega getur grafið undan trausti og haft óæskileg áhrif á stöðu félagsins og sveitarfélagsins í heild. Við erum á þeim stað að það var grafið undan trausti og samningsstöðu félagsins, hún var aðeins veikluð og hagsmunir sveitarfélagsins því miður til skaða. Þannig að ég vil taka undir mig Helenu og hér liggur fyrir það þessi bókun. Þegar sem ég segi, ef það er vilji til breytinga, þá þarf að fara formlega leið, endurskoða samninga, það er í gangi, uppfæra gjaldskrár, sú vinna er í gangi. Meta áhrif á núverandi notendur, viljum við labba inn til notenda í næstu viku og segja, nei, við ætlum að segja upp samningum hérna við ykkur, við ætlum bara að loka búlunni hérna, við ætlum að hætta að selja ykkur þetta vatn. Þetta er algjör fásinna að halda það að við getum leyft okkur í stjórn Orkuveitu Húsavíkur að labba inn til fyrirtækja og skrúa bara fyrir að þau ætlum að hækka vatnið einhver x%. Það virkar ekki svona. Þannig að það þarf þessa heildstæðu endurskoðun á samningum og gjaldskrá og Orkuveita Húsavíkur er grunninnviður í okkar sveitarfélagi og jafnframt glæsilegt og öflugt fyrirtæki sem skiptir lykilmáli fyrir samfélagið allt og í slíkri starfsemi verður að ríkja fagmennska, ábyrgð og ekki síst trúnaður það sem þar fer fram.
Það einföld krafa og eðlileg að viðkvæm mál séu meðhöndluð með þeim sem til þess bera ábyrgð innan viðeigandi stjórnsýslu ramma. Með því tryggjum við bæði traust og hagsmuni sveitarfélagsins til lengri tíma og orðið laust. Áki Hauksson hefur beðið orðið, gjörðu svo vel Áki. Já, forseti sveitarstjórn, ég ég hef ekki forsetið þetta fyrir þessum samningum sem gerðir voru og vona þeir hafa bara verið gerðir á faglegum forsendum. Ég bara menn hafa metið það og komist að þessari niðurstöðu. Gott og vel, þá var það bara þannig. Og það sem ég kannski vil að við gerum öll að kannski aðeins að læra af þessu máli líka sko. Ég svona bara, ef ég tek bara minn rekstur, þá ég í alls konar samningu við mína viðskiptavini og þeir eru gerðir á misjöfnum forsendum og ég tek það svona upp og ræði þetta annars leið við mína viðskiptavini hvernig hvort við getum ekki tekið upp hitt á þetta og sumir samningur eru bara lagaðir og það kannski það sem að ég hefði viljað sjá stjórn Orkuveitunnar gera með svona samninga burt séð frá því hverjir eru við þar undir að þetta sé tekið upp og svona slæmri íslensku updateaðir samningar þannig að sko já, við drögum bara lærdóm að þessu. Takk fyrir. Áki hefur lokið máli sínu, orðið laust. Helena hefur beðið orðið, gjörðu svo vel Helena. Forseti, kannski bara rétt til að árétta að frá því að stjórn Orkuveitunnar tekur þessa ákvörðun 2020 að veita stórnotendum 75% afslátt og það fer inn í gjaldskrá félagsins, þá í raun þurfti enga samninga notkun nema í einu undantekningatilfelli. Þetta var bara gjaldskráin sem var verið að fara eftir og þá voru samningar óþarfir. Það hins vegar núna 2025 sem að gjaldskráin breytist og þá þarf að gera samninga afslátt við stórnotendur og það það sem að verkefni Orkuveitunnar að vinna að og endurskoða núna og í ferli og búið að vera síðan 20. mars. Helena hefur lokið máli sínu, orðið laust þennan lið eða aðra liði í fundagerðum Byggðarráðs og með leyfi varaforseta. Forseti, ágæta sveitarstjórn, það málum með 20 sem sagt, seinni liður Byggðarráðs, liður 12. Við fengum frábæra innkomu í Byggðarráð með kynningu á rannsókn byggð á 30 viðtölum við íbúa af erlendum uppruna. Eða, já, ég veit ekki hvað skilgreiningu á að nota. En markmiðið með þessari rannsókn var að skilja reynslu, hindranir og þátttöku í samfélaginu. Að mismunun raunveruleg í samfélaginu, hér í okkar samfélagi eins og víða annar staðar. Og samkvæmt þessu hefur helmingur 55% upplifað mismunun, mest á vinnumarkaði og síðan þá í félagslegum samskiptum. Þetta ekkert eitthvað jaðarfyrirbæri, þetta kerfisbundin reynsla stórs hóps að eiga eitthvað sameiginlegt og það auðvitað ekki, það áhugavert að velta fyrir sér að þau sem eru með íslensku sem annað, þriðja eða ekki sem tungumál, það sem sameinar bara að vera ekki með íslensku sem fyrsta tungumál og það ekkert endilega sameiningarafl í því.
Þarna hérna vannýtt menntun og tækifæri, en 67% eru sem með háskólamenntun, mörg fá ekki störf við hæfi og að finna fyrir því að menntunin sé ekki metin og þar með samfélagið að tapa auði og hæfni. En eins og fram kemur í þessari góðu skýrslu þá það tungumáli sem lykillinn að öllu. Tungumáli ræður síðan þátttöku, hefur áhrif á sjálfstraust og tilfinninguna að tilheyra og það kannski skortur á rödd og áhrifum en aðeins 22% telja rödd sína skipta máli, 80% telja sig ekki eiga fulltrúa og 1 af hverjum 5 í okkar sveitarfélagi af erlendum uppruna eða með íslensku sem annað þriðja eða ekki sem tungumál og það þýðir að 1 til 2, svona einhvers staðar á því bili, 1 til 2 ætti að sitja hér í þessari sveitarstjórn. Og mér sýnist sem svo að rýna í framboðslista að það allavega ólíklegt að það muni gerast, að sú verði staðan. Það finnst mér eitt og sér til dæmis alvarlegra fyrir lýðræðið heldur það hvort það séu 7 eða 9. Svo fjallað upplýsingar og aðgengi og aðeins 17% telja sig fá nægar upplýsingar og mörg vita ekki hvert þau leita. Og þetta sannarlega eitt af verkefnum næstu sveitarstjórnar, stjórnmálamanna yfir höfuð. Kerfið til en það bara ekki alltaf aðgengilegt og þessi rannsókn sýnir að fordómar eru ekki bara einhverjar skoðanir. Þeir birtast í atvinnu, samskiptum og síðan þjónustu og hefur raunverulega áhrif á líf fólks, 1 af hverjum 5 í okkar sveitarfélagi. Að fólk upplifir sig ekki tekið alvarlega, það þurfa að sanna sig meira, það hefur minni tækifæri og þetta klassíska mynstur, svona hversdagslegu rasismi pluss kerfisbundnar hindranir og það eitthvað sem við þurfum að horfast í augu við sem staðreyndir. Og þetta ekki skoðun, þetta einmitt gögn í þessari skýrslu sem þarf að taka alvarlega. Og þetta snýst heldur ekki að benda á einhvern einn eða einhverjum að kenna eitthvað svolítið, þetta snýst hvernig við getum bætt samfélagið. Og við lokum þessu stutta saga þegar ég var einu svona fylgja fólki úr þessum hópi, erlend uppruna og við höfum reglulega verið að fara fram hjá Sundlu Húsavíkur, þetta vetri til og þar steig upp reykur og allt í einu spyr viðkomandi hvaða reykur þetta í þessari byggingu og ég sagði það sundlaug og viðkomandi kom frá landi þar sem það tíðkast nú ekki almennt að fara í almenningssundlaug og þá kom spurningin sem að mér fannst náttúrulega bara sjálfgefin: má ég fara í sund? Bara, já. Sko ég hef ekki einu sinni forsendu til þess að átta mig bara hver spurningin var, en hún var raunveruleg. Þannig ég vil hvetja næstu sveitarstjórn einmitt til þess að taka þessa rannsókn og rýna mjög mikið hvernig við getum bætt sem allra mest aðkomu þessa hóps af fólki sem ég veit ekki hvað má kalla, þetta svona viðkvæmt hvað, innflytjendur ekki lengur, það ekki orðið, nýbúar, það ekki orðið, það kannski ekki til neitt eitt orð sem sameinar þetta, en allavega vil ég hvetja næstu sveitarstjórn og ég ekki framboði til þess að rýna í þessa skýrslu. Orðalaust þennan lið. Eða aðra liði í fundargerðum byggðarráðs, þá orðið laust. Svo ekki teljast að fundargerðir byggðarráðs framlagðar og við förum í fundargerðir stjórnar Hafnarfjarðarsjóðsmálum 2022, fundur 42 og 43 og orðið laust. Enginn sem vill ræða þær, förum við þá að lokum í fundargerðum. Fundargerðir Orkuveitunnar, mál nr. 23 og 24, fundargerð nr. 276 og aðalfundur sem merktur 0 og orðið laust. Enginn sem vill ræða þær frekar, þá höfum við lokið við fundargerðir og förum þá í mál nr. 25 sem heimsókn í félagsmiðstöð og frístund en undirrituð leggja til að kjörnir fulltrúar fari í heimsókn að loknum þessum sveitarstjórnarfundi og skoði nýtt húsnæði félagsmiðstöðvar og frístundar við Borgarhólsskóla og orðið laust þá þá tillögu.
Jónas hefur beðið um orðið, gjörðu svo vel Jónas. Forseti, gætu fulltrúar. Mér finnst þetta góð tillaga. Ég nýbúinn að heimsækja þetta hús með fjölskyldur á því og mun ekki fara með ykkur á eftir af því að það nóg að gera heima sem ég ætla ekki að fara endilega út í hér hvað að fara að gera en auðvitað hvet ykkur til þess að kíkja það eru 2 vikur síðan við heimsóttum húsið frábært hús ég efast ekki að þetta muni nýtast vel og rýmið þarna sem að bara sem að kom bara til góðsnót fyrir ungmenni og fólki í Norðþingi ég vil endilega að fólk myndi sér skoðun á flísunum þarna þær eru einstakar á sinn hátt já og aftur að þetta frábær bygging og mun þjóna Norðþingi held ég gífurlega vel. Jónas hefur lokið máli sín orðið laust. Ekki fleiri sem vilja tjá sig það. Þá vil ég biðja þau sem geta samþykkt þessa tillögu svona formsins vegna. Já, þetta algjörð formsins vegna af því tillaga. Ég treysti því að þetta veri bara samþykkt, ég vann til þessi réttu upp hönd, samþykkt, hvort sem komast eða ekki. Þá það að lokum mál númer 26 sem eru svona loka orð á kjörtímabilinu. En forseti leggur til á síðasta fundi sveitarstjórnar sem fer núna fram og kjörtímabilinu verið sérstakur svona loka liður á dagskrá til að þess að gefa færi á að staldra við. Í lok sameiginlegs starfs líta yfir liðið kjörtímabil og þakka fyrir samstarfið sem að oft hefur einkennst af ólíkum sjónarmiðum en sameiginlegri ábyrgð gagnvart íbúum sveitarfélagsins og með þessum hætti leitast við að ljúka kjörtímabilinu á yfirvegaðan og virðuríkan hátt og með leyfi varaforsta. Forseti ágæta sveitarstjórn. Þá sem sagt þessum einum kafla að ljúka og ég get sagt það eru blendnar tilfinningar að standa hér í pontu eftir 16 ár. Á þessum vettvangi hafa setið 127 fundi í sveitarstjórn eða 78% funda síðan þetta sveitarfélag var til síðan 2006. Þakklæti manni efst í huga fyrir traust, fyrir samstarfið og öll þau tækifæri sem ég fengi til að leggja mitt að mörkum. En sveitarstjórnarstörf eru einstök, þau snúast ekki bara fundargerðir, ákvarðanir eða tölur, þau snúast einmitt fólk. Börnin okkar, fjölskyldurnar, eldri borgara, atvinnulífið og framtíðina sem við erum að byggja saman upp. Og mikilvægt að hafa heildarmyndina alltaf í huga með áherslu á heildarhagsmuni umfram sérhagsmuni, en í því getur falist að taka krefjandi og jafnvel hundleiðilegar ákvarðanir. Og á þessum árum skiptir máli að maður sjái að maður hafi lagt sér fram og vera heiðarlegur gagnvart sjálfum sér og öðrum og ekki síður að kunna að vera ósammála. Það einmitt málefnalegur ágreiningur þar sem bestu lausnirnar fæðast. Á þessu kjörtímabili höfum við náð miklum árangri og það sem stendur upp úr kannski samstaðan. Nánast allar ákvarðanir voru teknar samhljóða sem ekki sjálfgefið í stjórnmálum og það segir sína sögu ákveðna fagmennsku. Við höfum styrkt innviði samfélagsins með uppbyggingu í félags- og frístundastarfi, hjúkrunarheimili, áherslur á börn og fjölskyldur. Haldið utan það hefur verið ábyrg fjármálastjórn, við höfum lækkað álögur, endurskoðað reglur, nánast allar reglur fjölskyldur og svo fjölskyldur á þau staðið sér frábærlega því að endurskoða nánast allt regluverki hjá sér. Selt eignir sem ekki þjónuðu tilgangi og nýtt fjármuni betur. Styrkt hagsmunagæslu gagnvart ríkinu meðal annars í samgöngum og atvinnumálum eins og hér hefur komið fram í dag. Við höfum lagt áherslu á atvinnuuppbyggingu og nýsköpun sem hér búið að benda á. Byggt upp verkefni á Bakka, tengt við orkuinnviði eins og lögn frá Þeistareykjum, horft til framtíðar með verkefni eins og Dark Sky þegar við ætlum að horfa upp til himins eða nýsköpun í Öxarfirði, stuttu fiskeldi og nýjar atvinnugreinar. Hefur allt tekist? Nei. Og þetta að gera betur? Alltaf. Eitt af því sem ég hvað stoltastur af reyndar uppbyggingi þágu barna og fjölskyldna, frístundastyrkur hækkaður, aðgengi að starfi aukið, uppbygging leikvalla, hefðu vilja fleiri leikvelli, miklu fleiri leikvelli.
Samningar sem að tryggja samþættingu skóla og frístundastarfs, morgunmatur í grunnskólum og aukinn þjónusta við eldri borgara. Lagt áherslu á umhverfi og skipulag, nýtt aðalskipulag sem er nýbúin að samþykkja og verður eitt fyrsta verkefni nýrra sveitarstjórnar að staðfesta. Endurskoða og endurnýja deiliskipulagt á Kópaskeri sem var ekki, uppbygging göngu og hjólaleiða, loftslags- og umhverfisstefna, bætt sorpið og auki skógrækt, við mismikinn fögnuð. Þetta eru svo sem ekki bara ákvarðanir á blaði, þetta eru göturnar sem við keyrum, skólarnir sem börnin okkar ganga í, höfnin sem tekur á móti öllum heiminum og atvinnusvæði og bakka sem breytti öllu. Viðhald fasteigna, þrátt fyrir að menn keppist við að segja að ekkert hafi verið gert og láta jafnvel sannleikann ekki þvælast fyrir sér, hvort sem það er Ráðhúsið, Raufarhöfn, Kirkjutorgi, Gullfiskatjörnin, Selaskoðunarskýli, leddvæðing, götulýsing, þakskipti opinberi byggingum eins og byggingurinn sem við erum í hérna í dag eða í Hvammi á Húsavík. Haldið áfram ýmsum verkefnum, jarðhitaborun í nágrenni Húsavíkur, lögn frá Þeistareykjum, kornþurrkunarstöð sem búið er að nefna lækkun og gjaldskrá hitaveitu og en lægsta besta hitaveita á landinu hérna kringum Húsavík, stofnframlegu leiguíbúðir Húsavík og Kópaskeri, sala eldri eigna. Við erum búin að fara í gatnagerð þó að það vilji svolítið draga úr því. Þverholtið, Baughollin, Fiskifjara, Drafnargata, lóðir þróaðar og afslættir veittir til uppbyggingar, endurnýjun á flotbryggjum fyrir hvalaskoðunarbáta, salernisaðstæður við höfninu fyrir ferðafólk, merkingar og aðstæða og fyrir móttöku skemmtiferðaskipa, uppbygging á tjaldsvæðinu Húsavík, hoppubelgir, uppbygging hjólastíga, endurbættur fótboltavöllur með nýju grasi og stúku, uppbygging á skíðasvæði, aðstæða fyrir pílukast og skotíþróttir, viðbygging við Öxarfjarðarskóla, endurbættur skólahúsnæðinu á Kópaskeri og Raufarhöfn, nýr körfuboltavöllur við Borgarskóla, nei, er ekki framboði og uppbygging leikvalla í Holtahverfi. En ein stærsta breytingin er bakki og atvinnuuppbygging og við höfum aldrei eins og núna verið jafn nálægt í að hingað komi fjölbreytt fyrirtæki og skapi störf sem að mynda tekjur til þess að standa síðan undir velferðinni. Öll uppbyggingin sem átti sér stað með ákvörðun að reisa kísilver, PCC og bakka, hafnarframkvæmdir, göng og orkunýting og allir þeir grunninnviðir sem samfélag þarf og hefur nú og býr yfir. Byggðaþróun, sérstaklega á Raufarhöfn, hefur tekið miklum breytingum. Bara þar árið 2000 voru rétt rúmlega 400 manns sem þá bjuggu þar og ætla að gera 50-60 börn í skóla. Bygging á Gervigrasvelli á sínu tíma var risaframkvæmd sem að Framsóknarflokkurinn lagði alla áherslu á og mjög ánægjulegt að það tókst á sínum tíma. En það er hins vegar tengslin sem skipta mestu máli. Og þegar ég lít tilbaka eru það ekki bara verkefnin sem að standa upp úr, heldur fólkið sem einmitt hér situr. Að hafa eignast vini og kunningja allt land og jafnvel út fyrir landsteinina því það er tengslanetið sem myndast í þessum störfum sem er ómetanlegt. Og það byggir á trausti, virðingu og samvinnu. Tengslin síðan við embættisfólkið okkar helstu ráðgjafa og samstarfsfólk. Að halda góðu jafnvægi milli embættismanna og kjörinna fulltrúa er lykilatriði. Við þurfum gott embættisfólk og gott stjórnmálafólk. Kerfið snýst nefnilega stjórnsýslu og ákvarðanir. Og í því felst valdið sem við höfum sem sitjum hérna inni og misvitri stjórnmálamenn vita ekki allt. Jafnvel þó þið telji sig gera það eða er í framboði. Og maður verður ríkari af reynslu og þekkingu. Ég vil þakka öllum sem hafa starfað með mér, hvort sem við höfum verið sammála eða ekki og sérstaklega vil ég þakka fyrir hreinskilni og heiðarleika og það er það sem að færir okkur áfram. Ég er stoltur af því sem við höfum áorkað saman sem að sitjum hérna inni. Samfélagið okkar er sterkara í dag en þegar ég hóf störf árið 2010 og framtíðin hérna á svæðinu og fyrir þetta sveitarfélag er björt. Og að lokum vil ég segja það að sveitarstjórnarmál skipta máli. Þau snúast ekki titla eða stóla, heldur fólk, traust og framtíðina sem við erum að byggja saman. Og það sem ég hef lært á þessum árum er að það skiptir öllu máli að vera heil í sínu starfi. Standa með sjálfum sér, tala af ábyrgð og vinna af heilindum. Við þurfum ekki alltaf að vera sammála og erum það ekki alltaf en við þurfum að vera málefnaleg, sanngjörn og virða síðan hvert annað. Ef við höldum í þessi gildi þá verður samfélagið okkar sterkara, þá tökum við betri ákvarðanir og þá getum við horft til framtíðar með bjartsýn í huga. Og ég þakkláttur fyrir þennan tíma, reynslu og samstarf og ég hef fulla trú á því að þau sem taka við muni halda áfram að byggja upp þetta góða samfélag af metnaði og ábyrgð. Og orðið laust. Helena hefði beðið orðið, gjörðu svo vel, Helena.
Forseti, ég hef nokkur sinnum á þessu kjörtímabili ámálgað það að fá á lið á dagskrá sveitarstjórnar fundarstjórn forseta. Þar sem kjörnir fulltrúar getur tjáð sér frjálst sín hugðarefni og það má segja að sá draumur rætist hér í dag þegar forseti setur á dagskrá loka orð við lok kjörtímabilsins. Og heldur svo eina af sínum lengstu ræðum í kjölfarið og nær valla andanum á milli orða, hann talar svo hratt. En að mínu mati þá hefur kjörtímabilið verið gott, sveitarstjórn hefur á heildina litið verið samstiga, sérstaklega þegar kemur að því að vinna uppbyggingu atvinnulífs og ágreiningsmálin hafi í raun verið fá. Og við sáum þetta birtast hér á fundinum þar sem fulltrúar minnihlutans tóku undir ályktun meirihlutans í máli 6 þar sem atvinnumál voru til umfjöllunar. Ég ætla ekki að hafa þetta mikið lengra en ég vil þakka fráfarandi sveitarstjórn, aðal- og varafulltrúum og aðal- og varafulltrúum fastaráða fyrir gott og lærdómsríkt samstarf. Það reyndi á í nokkrum málum, stundum að því að við vorum ekki sammála en stundum vegna þess að málin voru flókin viðfangs og snertu með beinum hætti daglegt líf íbúa og við þurftum að vanda okkur sérstaklega. Við náðum þá oftast samstillt á leiðarenda. Að lokum þá vil ég þakka starfsfólki sveitarfélagsins fyrir gott samstarf, alla aðstoð og vel unnin störf á kjörtímabilinu. Og án þess að nokkuð sé hallað, heldur vegna þess að það er óvíst hvort sveitarstjóri og fjármálastjóri verði hér áfram á komandi kjörtímabili, þá færi ég þeim sérstakar þakkir fyrir einstaklega gott samstarf. Helena hefur lokið máli sínu, Benóný Valur hefur beðið orðið, gjörðu svo vel, Benóný. Forseti, það sem að þetta er nú minn síðasti sveitarstjórnarfundur þá þótti mér við hæfi og ég hugsaði með mér, já nú tel ég upp allt þetta góða sem ég er búin að gera þessi 5 ár sem ég er búin að vera í sveitarstjórn. En svo komst ég að þeirri niðurstu að það myndi enginn enn að hlusta á það. Þannig að ég samdi aðeins öðruvísi ræðu. Og hún er svona. Kæru íbúar og samstarfsfólk, það er sérstök tilfinning að standa hér og kveðja þetta hlutverk. Að fá tækifæri til að starfa fyrir samfélagið sitt eru forréttindi og ábyrgð sem ég tek ekki létt. Þegar lítið baka er það ekki eitt ákveðið mál eða ein ákvörðun sem stendur upp úr. Það er frekar fólkið, samstarfið, samræðurnar, allar þær stundir þar sem við reyndum, stundum ósammála en alltaf með sama markmið að gera gott samfélag enn betra. Sveitarstjórn snýst í grunninn þjónustu. Að taka ákvarðanir sem hafa áhrif á daglegt líf fólks og reyna að gera það af heilindum, yfirvegun og virðingu. Við erum ekki alltaf sammála leiðina, en við eigum að vera sammála markmiðið, að samfélagið okkar dafni. Ég hef lært að samfélag byggjast ekki bara á góðum áætlunum eða fjárfestingum, þau byggjast á fólki sem lætur sér málið varða. Fólki sem tekur þátt, spyr spurninga, kemur með hugmyndir og er tilbúið til að leggja sitt af mörkum. Það er sá kraftur sem heldur samfélagi lifandi. Til þeirra sem taka við keflinu vil ég segja þetta. Haldið áfram að hlusta, haldið áfram að tala saman, jafnvel þegar það er erfitt, haldið áfram að hugsa í lausnum. Samfélög sem ná árangri eru ekki þau sem reyna að forðast allar breytingar, heldur þau sem nálgast þær af yfirvegun, hugrekki og sköpun. Við þurfum að halda áfram að vera opin fyrir nýjum hugmyndum og tækifærum án þess að gleyma því sem skiptir okkur mestu máli. Að finna jafnvægið á milli þess að varðveita og þróa, því þar liggur styrkurinn. Ég er þakklátur fyrir traustið sem mér var sýnt og fyrir samstarfið á þessum tíma. Ég geng frá þessu hlutverki með trú að samfélag okkar muni halda áfram að vaxa og dafna. Ekki vegna einnar manneskju, heldur vegna þess að við erum mörg sem viljum láta hlutina ganga. Samfélag er ekki eitthvað sem við eigum, það er eitthvað sem við byggjum saman á hverjum degi. Takk fyrir mig. Benóný hefur lokið máli sínu, Jónas hefði beðið orðið, gjörðu svo vel, Jónas. Forseti, kjörnir fulltrúar, ég kem ekki upp með skrifaða ræður, heldur ætla ég bara tala hér beint út. Og ætlaði þá að ræða kannski bara mína upplifun á þessum 4 liðnu árum.
Ég er búinn að sitja, ég satt fyrsta fund sveitarstjórnar þessu kjörtímabili og fæ að sitja það seinasta líka, sem er ánægilegt. Og en ég er búinn að sitja í fjölskylduráði fyrir minnihluta, núna í 4 ár með 2 formenn, þá Helenu og Kristínu Hónlund. Og ætla því kannski bara meira einblína að því að þar inni erum við svo heppin að ræðum börn og mikið og við ræðum um skóla og samfélagi mikið og reynum að og þar inni er svona má segja erum við svolítið samhuga að við erum alls sammála að við viljum gera hvað best fyrir börnunum í samfélaginu og því höfum við ekkert verið mikið endilega ósammála því að við vorum þarna inni öll að vinna að sameiginlegu markmiði að börnunum okkur líði vel og ég ætla að þakka þá fjölskylduráði fyrir samstarfið sérstaklega. Einnig vil ég þakka bara stjórnsýslunni kærlega fyrir samstarfið og öllum þeim sem hér sitja. Ósammála og sammála, já, við erum sem betur fer. Við höfum verið ósammála en óháð því að þá höfum að horta á þetta þannig að það var nú eitthvað nefnt mig mjög snemma á þessu kjörtímabili að ég satt fund, ég man ekki alveg hvað fundu það var og aldrei segir við mig þú þarft að vera með stjórnmálahattinn sem að mér fannst mjög erfitt á þeim tíma en og sitt svona kannski bæði með hann í dag og ekki sko en þetta er búið að vera en að sitja inni og að fá það tækifæri á að sitja í fjölskylduráði og fá þessa dýpri þekkingu á hvernig stjórnsýslan virkar held ég, eða ekkert held ég tel það öllum mjög gott og ég og óháð því hvort ég hef verið sammála og ósammála, við erum öll með ólíka skoðanir og þótt að maður sé ósammála þá virðir maður sko alltaf manneskjuna eftir sem leikmann og aðal í samfélaginu, skiljið. Þetta snýst ekki að við séum ósátt þótt við séum ósammála við hvort annað. Þessi dýpri skilningur og það kemur líka að maður fyllir svona að þetta mikil ábyrgð að sitja hérna og maður og það mjög virðingavert að það fólk sem tilbúið að bjóða sig fram í þetta hlutverk af því að þetta ekkert af því að við erum að fara með hagsmuni okkar allra hérna. Ég bý á þannig heimili að við deilum ábyrgð ég og konu mín og hún ætlar núna að trana sig fram og á minn kostnað, nei ég segi svona hún en hún ætlar að fá að prófa sem að mér finnst frábært og ætlar svo sem ekkert að vera með framboðsræði fyrir hana beint, hún tala sínu máli sjálf en svona til framtíðar hvet ég bara alla sem að vilja kynna sér stjórnsýsluna enn betur og bara að hafa samband við flokka fyrir næsta kjörtímabil, það kannski erfitt núna og trana sig fram og auka skilning sinn á stjórnsýslunni. Það raun og veru það sem situr eftir hjá mér eftir þetta tímabil. Það þessi dýpri skilningur á stjórnsýslunni og ég mjög þakklátur fyrir einmitt þetta tækifæri að fá að sitja þessi 4 ár. Í lokin óska ég þess að einhver taki þennan sveitarstjórnarfund og búið til takt undir þessa upptalningu Hjálma sérna. Hún var svakaleg. En já, takk fyrir mig. Jónas hefur lokið máli sínu og Kristín hefði beðið að gera svo vel. Kristín. Já, forseti sveitarstjórn. Ég mér skrifaði ræðu en ég þarf að byrja aðeins öðru sem ég ætlaði mér en það með tár og kvarmi sem ég þakka Hjálmar Bóa fyrir það allengstu ræðu sem hann hefur flutt. Það var heiður og gaman að fá að vera vitni að henni. En
annars ætla ég að vera nokkuð stuttorðið bara. Mér langar að byrja að þakka öllu því starfsfólki Norðurþing sem ég unni með síðustu 8 ár. Ég hef á þeim tíma setið sem aðalmaður í skipulags- og framkvæmdaráði, hafnarnefnd, fjölskylduráði og sveitarstjórn, verið í vinnuhópi nýs aðalskipulags og við gerð nýrrar mennta- og læsistefnu. Mér langar líka að þakka öllu þeim nefndarmönnum og kjörnum fulltrúum sem ég unni með á þessum tíma. Þetta er búið að vera mjög lærdómsríkur og skemmtilegu tími. Þannig að ég þakka bara kærlega fyrir mig. Kristín hefur lokið máli sínu. Sofía hefur beðið um orðið, gjörðu svo vel, Sofía. Já. Forseti, já, þetta eru tímamót hjá okkur öllum. Það er mikil ánægja sem að fyllir brjóst mitt núna og bara gleði og þakklæti fyrir gott samstarf við ykkur öll. Mér þótti mjög vænt að fá tækifæri til þess að sitja í sveitarstjórn þetta kjörtímabil. Þetta er samfélag sem að mér þykir mjög vænt og ég elska. Ég ólst hér upp og ól börnin mín upp og ætla hér að eldast. Og því var að tækifæri að fá, því ég nýflutt aftur til sveitarfélagsins, að fá tækifæri til þess að vera hér og taka þátt í sveitarstjórninni. Því að það gerði í rauninni kannski flutningin miklu fyllri, ef ég get einhvern veginn lýst þeirri tilfinningu. Þetta varð miklu meira og miklu stærra en ég hafði kannski gert ráð fyrir þegar ég ákvaða að kaupa mér hús í sveit og fara að lifa öðruvísi lífi. En virkilega þakklát er ég fyrir þetta alls saman. Ég hefði gjarnan viljað halda áfram því að ég tel að það sé mikilvægt að sveitarstjórnarfólk starfi ekki eingöngu eitt kjörtímabil því að það er lærdómur þetta kjörtímabil. Eins og Jónas kom inn á, það er gríðarlega mikilvægt að fólk læri inn á stjórnsýsluna og það var allir gott af því. En það er líka gott þegar fólk heldur áfram og tekur reynsluna með sér inn í næsta kjörtímabil og svo í talningu fleiri. En þegar tækifæri lífsins kemur upp í hendurnar á þér, annað en að sitja í sveitarstjórn, að setjast í stjórn alþjóðasamtaka, að þá verður það ekki hægt að sitja í sveitarstjórn á sama tíma bara varðandi ferðalög og fjarveru. En það er mjög gott og hollt held ég fyrir fólk að halda áfram. Ég er mjög stolt af þessu kjörtímabili. Það var sérstaklega gott og farsælt. Það var mjög góð samvinna, bæði í minnihluta og meirihluta, bara heilt yfir. Við starfsfólk sveitarfélagsins, þetta er búið að vera mjög notalegt og þægilegt, auðvitað tökumst við á, en við höfum náð farsælli niðurstöðu og það hefur alltaf verið gott samtal. Og það skiptir miklu máli því að þegar svona góð samvinna og samtal er, að þá komum við málum áfram, þá gerast hlutirnir og enda höfum við framkvæmt gríðarlega mikið og höfum verið dugleg sveitarstjórn. Það sem ég er kannski stoltust af er frístund og félagsmiðstöð, tökum mál sem var komið í svolítið hnút, í góðu samtali náum við að lenda því máli sem er að ljúka og við erum að fara að skoða þessa fallegu byggingu. Ég er mjög stolt af aðalskipulaginu, þar var mjög víðtækt samtal við bara allt sveitarfélagið sem var mjög ánægilegt og mikil fagmennska þar á bakvið. Það var líka mjög gott í dag að úthluta lóð undir hjúkrunarheimili og sjá svona lok í því máli. Hverju sé ég mest eftir? Er það eitthvað? Jú, sundlaugin í Lundi. Ég hefði svo gjarnan viljað, og nú bara tekið mitt litla samfélag sem dæmi, ég hefði svo gjarnan viljað sjá því máli að það mál hefði fengið framgang á þessu kjörtímabili. En ég hvet næstu sveitarstjórn til þess að taka það mál áfram, enda búið að undirbyggja það mjög vel. Vonum bara að fjárhagur sveitarfélagsins verði betri og sem hann verður og þá er hægt að fara í svona nauðsynlegar framkvæmdir. Ég hef verið formaður í skipulags- og framkvæmdaráði allan þennan tíma og er svo eina í ráðinu sem hef setið frá upphafi til enda. Ég hef setið þar með mjög góðu fólki, virkilega góðu fólki og þetta ráð hefur verið einstaklega farsælt að ég tel á þessu kjörtímabili. Ég satt líka sem formaður svæðis norðursvæðis Vatnajökulsþjóðgarðs, fór inn í það strax í upphafi kjörtímabils og þar af leiðandi inn í stjórn Vatnajökulsþjóðgarðs. Það var mjög lærdómsríkt að taka þátt í þeim störfum og ég sitt enn sem í svæðisráði en ekki sem formaður frá því á síðasta ári.
Ég sit líka í stjórn Minjaráðs Norðlands eystra fyrir hönd SSNE sem mjög áhugavert og eins í stjórn Eignarhaldsfélags Brunabótafélags Íslands. Þannig að það ekki bara störf í sveitarstjórn og nefndum, heldur eru aðrar nefndir sem að maður situr í fyrir hönd sín sveitafélags sem mjög ánægilegt. En svona lokum, þá vil ég þakka öllu starfsfólki, öllu mínu félögum í sveitarstjórn fyrir dásamlegt samstarf. Beggi og Kata, þið hafið staðið ykkur frábærlega og ég held að sé bara leitun að öðru eins. Svona góðum og faglegum einstaklingum til að stýra sveitafélagi eins og okkar. Og þið hafið tekið ábyrgðina svo vel þegar áfallið dundi yfir. Og það hefur verið gríðarlega ánægilegt að fá að starfa með okkur. Eins hef ég starfað mjög vel með mínu sviði og þakka þeim fulltrúum sem ég mun gera líka á síðasta fundi Skipulags- og framkvæmdaráðs í næstu viku. Takk fyrir mig. Soffía hefur lokið máli sínu. Áki Hauksson hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Áki. Já, forseti, sveitarstjórn. Ég minn ferill í pólitík í Norðurþingi byrjaði 2006 og hafa nú margar ár unnið til sjávar hjá mér allagana og hef ég var ég nú stofnaði til þinglistans á sínu tíma og eftir það kjörtímabil þá svona ákveð að draga mig bara hlé og taka þessu bara rólega en svo var ég og var í þessu kaffistofuspjalli alltaf að röfla og skammast yfir þessum sveitarstjórnarfulltrúum sem að kunnu ekki neitt og vissu ekki hvað þeir voru að gera og svo var skorað á mig að fara fram og ég ákvað bara að prófa þetta. Það væri bara best að hætta að röfla á kaffistofum og fara bara beint í sveitarstjórnina sem og ég gerði og þetta búið að vera mjög ánægilegu tími í sveitarstjórn en og viðveran þarf að vera mikil og maður þarf að kynna sér málið mjög vel og en svona það bitnar á tveimur störfum þegar maður tveimur mjög krefjandi störfum og þá ganga kannski ekki hlutirnir alveg eins og maður vildi og þannig að ég ákvað að draga mig í hlé núna en rafvirkinn hann mun svífa yfir vötnum nýrra sveitarstjórnar jafnvel í losti eftir að hafa farið í háspennulínu einhvers staðar og hann mun hvetja nýja sveitarstjórn áfram og fylgjast vel með ef þeir hafa eitthvað not fyrir svona gamlan Chevrolet 57 eða 65 þá mega er grípa hann í áfram en fyrst og fremst er þetta bara þakklæti oftast var þetta ánægilegt og gaman. Auðvitað erum við að rífast ýmsa hluti og ég held að við höfum ekki fallið þau orð að við þurfum að biðjast afsökunar. En svona kannski alltaf því. En ég vil svo bara þakka, ég náttúrulega satt í byrjan í Skipulags- og framkvæmdaráði og held að þetta væri ekki svo mikið mál og verið sveitarstjórn á Skipulags- og framkvæmdaráði. Það var nú svona fullbrött brekka af því ég var nú líka í hafnarstjórn. Þannig að en ég ákvað að sitja í hafnarstjórn og það hefur verið mjög ánægilegt að vera þar. Og ég vil bara þakka fyrir mig og ég vil þakka fyrir það traust sem ég hafa sýnt í síðustu kosningum og ég óska bara nýrri sveitarstjórn velfarnaðar í sínum störfum fyrir samfélagið heild eins og þessi sveitarstjórn hefur unnið markvisst að. Og ég vil þakka starfsfólkinu fyrir upplýsingar og hefur unnið vel með okkur
og ég segi bara takk fyrir mig. Áki hefur lokið máli sínu. Ingibjörg hefur beðið mörg. Gjörðu svo vel, Ingibjörg. Já, forseti og sveitarstjórn. Þegar ég lít tilbaka þá ég bara mjög þakklátt fyrir þennan tíma sem ég fengið að starfa í sveitarstjórn Norðurþings. Þetta búið að vera krefjandi og lærdómsríkt og það bara gaman að geta tekið þátt í ákvörðunum sem snerta samfélagið og framtíð þess. Ég vil þakka fyrir gott samstarf og hreinskiptar umræður og ég vil þakka starfsfólki í sveitarfélaginu fyrir fagmennsku og ómetanlegt framlag í sumum málum. En Norðurþing einstakt samfélag með mikla möguleika og ég sannfærð að áfram verður unnið að krafti að framþróun þess og ég hvet að hlutverk með þakklæti og óska ykkur alls hins besta í áframhaldandi störfum. Ingibjörg hefur lokið máli sínu. Eiður hefur beðið mörg. Gjörðu svo vel, Eiður. Ja, forseti, kjörnir fulltrúar. Já, ég kem bara svona í kjölfara ykkar allra hinna og þakka fyrir mig. Þetta hefur verið mjög fróðlegt og skemmtilegt kjörtímabil. Þetta eitthvað sem að fólk ætti að íhuga vandlega, menn hafa áhuga á framþróun samfélagsins og læra á hvernig hlutirnir virka. Taka þátt, byrja að mæta á fundi og gera sig gildandi og hafa skoðun í samfélaginu. Lesa fundagerðir og sjá hvernig stjórnkerfi virkar og smám saman þróast inn í það að kannski þú sér fram á að fara í framboð og fá brautargengi. Það bara ánægilegt og nú mikið af flottu fólki í framboði. Ég óska þeim góðs gengis og verður gaman að hjálpa til og fylgjast með hvernig þeim gengur öllum. Ég bara þakka öllu samferðafólki í sveitarstjórninni fyrir þessi ár. Þetta búið að vera mjög fróðlegt og skemmtilegt og starfsfólki okkar, Kata og Beggi náttúrulega sérstaklega. Þau hefur staðið sér hrikalega vel og verið gott að starfa með þeim. Við höfum fengið allan þann stuðning og upplýsingar sem við höfum þurft þegar höfum þurft að halda. Hafnarstjórnin, Áki náttúrulega búin að koma nokkur sinnum á hana. Þetta traustasta stjórn sveitarfélagsins og þá nú að leggja hana niður. Já, þannig að ég kannski mun reyna að beita mig fyrir að menn hætti við það. En þetta bara svona, ég óskaðist náttúrulega heitt að það komist aftur á traust atvinna og höfnin rísi og þá verði hægt að hafa alvöru hafnarstjórn aftur. En ég held að þetta sé bara orðið gott í bili og takk fyrir mig. Eiður hefur lokið máli sínu. Jónas hefði beðið orðið öðru sinni. Gjörðu svo vel, Jónas. Forseti, kjörnir fulltrúar. Gleymdi einn áðan, það ég átti að skila kveðju til ykkur allra frá konunni sem tók fyrstu skóflustunguna. Henni Aldeigu Unna Traustadóttur, hún bað kærlega heilsa fundinum og eflaust þakkar hún kærlega fyrir sig fyrir þetta kjörtímabil. Jónas hefur lokið máli sínu og að lokum hefði Katrín beðið orðið. Gjörðu svo vel, Katrín. Já, forseti, ágætu sveitarstjórnarfulltrúar. Mjög viðeigandi að setja svona loka lið á dagskrá síðasta sveitarstjórnarfundar og gott að geta fengið tækifæri til þess að þakka fyrir sig. Ég ætla að byrja á því að bara þakka fyrir að fengið tækifæri til þess að vera í 4 ár í Norðurþingi. Ég ætla líka að upplýsa það þegar ég var að koma, að fara frá Dalvíkurbyggð og sækja hér að þá var ég pínu efins af því að mér fannst pólitíkin vera svo að mér fannst vera svo mikil pólitík í Norðurþingi en ég ákvað að láta slag standa og það nefnilega tilfellið með sveitarstjórnarfólki hér í Norðurþingi. Það svo áhugasamt og það svo það að vinna af svo mikilli sannfæringu fyrir sitt sveitarfélag. Og af því ég hef samanburð úr 2 sveitarfélögum, þá vil ég bara segja að sveitarstjórnin hún gríðarlega sterk. Það örugglega einhverjir úti í samfélaginu sem finnst ég hafa verið linur sveitarstjóri. Það ber ekki mikið á mér, ég ekki að láta til mín taka með málefni og annað.
En það vegna þess að ég þarf þess ekki. Ég ráðin til að vera þjónandi sveitarstjóri fyrir þessa sveitarstjórn sem að algjörlega fullfær að draga alla þá vagna sem að okkur berast og gera það virkilega vel. Á jólahlaðborði fyrir svona 2 árum síðan með starfsfólki þá var svona spurning og allir áttu að svara og ein spurningin var af hverju engin skortur í Norðurþingi? Og ég svaraði af mjög mikilli sannfæringu, það engin skortur á óléttu starfsfólki á skrifstofum Norðurþings. Og það var akkurat þannig þá að við horfðum fram á að vera að missa allt stjórnsýslusviðið í barneignarleyfi á sama tíma sem náttúrulega bara frábært af því að þá fjölgar íbúum og reyndar líka þá hefur það varpa ljósi á það að þó að einhverjir stígi frá í styttri tíma eða lengri þá kemur maður í mannstað. En ég átti að skila kveðju í þennan hóp frá Berglindi Jónu, stjórnsýslustjóra sem hefur verið starfsmaður sveitarstjórnar og akkurat heima í barneignarleyfi. En mér langaði bara að þakka enn og aftur fyrir þetta tækifæri. Mér langar líka að þakka okkar frábæra starfsfólki í þessu sveitarfélagi fyrir velunnin störf og bara trúnað fyrir sveitarfélagið. Það ómetanlegt að hafa svona mannauð eins og við höfum hérna. Ég vil náttúrulega þakka alveg sérstaklega mínu nánasta samstarfsfólki og það í salnum, Hafrún og Beggi núna og náttúrulega Beggi og ég, við deilum saman skrifstofu og það hefur engum tekist að reka fleyg á milli okkar samstarf, mun aldrei gera því að Beggi einstakur og ég vona að við fáum njóta starfskrafta hans áfram. Og ég bara þakka kærlega fyrir mig og óska nýrri sveitarstjórn velfarnaðar í sínum störfum fyrir sveitarfélagið og Norðurþingi allsins besta. Fleiri hafa ekki hvatt sér hljóðs, umræðu lokið og við förum í fundargerð fyrir þennan fund. Og við byrjum það máli 1 sem var ársreikningur Norðurþings. Það tóku til máls Katrín, Helena og Hjálmar og það er bókun sem ég ætla að hlífa fundinu við að lesa og hann er samþykktur samhljóða. Mál númer 2 sem er ársreikningur Hafnarsjóðs, þar tóku Eiður og Áki til máls og hann er samþykktur samhljóða. Gjaldskrá Hafna er mál númer 3, þar tók Eiður til máls og það er samþykkt samhljóða. Mál númer 4 sem er viljayfirlýsing í tengslu við uppbyggingu iðnaðarsvæðanna Bakka, þar tóku Katrín og Hjálmar til máls og viljayfirlýsingin er samþykkt samhljóða. Mál númer 5 var ráðning á slökkviliðsstjóra, þar tók Katrín til máls og ráðningin samþykkt samhljóða. Og þar er bókað, að sveitarstjórn hefur kynnt sér öll gögn málsins og samþykki samhljóða að ráða Henning Þór Aðalmennsson í starf slökkviliðsstjóra Norðurþings. Mál númer 6 sem eru atvinnumál í Norðurþingi sem er lagt fram, þar tóku til máls Hjálmar, Helena, Jónas, Eiður, Áki, Benóný, Katrín, Ingibjörg, Soffía og Kristín. Og meirihluti sveitarstjórnar leggur fram eftirfarandi bókun sem ég ætla að hlífa ykkur við að lesa. Áki, Benóný, Ingibjörg og Jónas taka undir bókun meirihluta sveitarstjórnar og þetta er lagt fram til kynningar. Mál númer 7 er stefnumótandi byggðaáætlun, þar tóku til máls Helena, Hjálmar og Katrín. Lögð fram bókun sem ég ætla enn að hlífa fundinu við að lesa og máli lagt fram til kynningar. Mál númer 8 sem er aldarafmæli Völsungs, þar tóku Kristín, Jónas, Áki og Benóný til máls. Og það er semst samþykkt með atkvæðum Soffíu, Kristíns, Helenu, Eiðs og Hjálmars og Benóný, Jónas, Ingibjörg og Áki sátu hjá að vísa þessu til fjárhagsáætlunar 2027. Mál númer 9 er fækkun fulltrúa í sveitarstjórn, þar tóku til máls Hjálmar, Benóný, Jónas, Ingibjörg og Helena og þar er bókun sem ég ætla ekki að lesa og það er lagt. Nei, það er sem sagt þá samþykkt fyrirliggiði að með atkvæðum Soffíu, Kristíns, Helenu, Eiðs og Hjálmars að vísa þessu
þá til næstu sveitarstjórnar að þetta verið skoðað. Mál nr. 10 er farsæld barna, það tók Kristín til máls og máli samþykkt samhljóða. Mál nr. 11 er reglur sérstakan húsnæðisstuðning, það er samþykkt samhljóða. Án umræðu. Mál nr. 12 er óskun afmörkun lóðar á Kaldbakshöfða, þar tóku Soffía, Jónas og Hjálmar til máls. Það er lögð fram tillaga sem að sveitarstjórn samþykkir með atkvæðum Soffíu, Benónís, Kristins, Helenu, Eiðs og Hjálmars. Jónas, Ingibjörg og Áki sátu hjá. Mál nr. 13 sem er umsókn lóðina Auðbrekku 2 hjúkrunarheimili, þar tóku til máls Soffía, Hjálmar, Benóní og Jónas og Helena, og fyrirliggjandi úthlutun er samþykkt. Mál nr. 14 sem er óskum lóðastækkun og breyting á gangstétt við Garðarsbraut 27 er samþykkt án umræðu. Svo kom mál nr. 15 sem er það fundargerðir fjölskylduráðs, þar voru lagðar fram án umræðu. Mál nr. 17 og 18 skipulags- og framkvæmdaráð, í 8. lið talaði Soffía í fundargerð nr. 237. Já. Og svo er það fundargerð byggðaráðs, það er 7. liður í fundargerð nr. 520. Þar tóku til máls Helena, Jónas, Hjálmar og Áki. Og þar er lögð fram bókun undir þeim lið. Svo er það liður nr. 12 í sömu fundargerð nr. 520, þar tók Hjálmar Bogi til máls. Og fundargerðir Hafnarsjóðs og Orkuveitunnar lagðar fram án umræðu. Og þá var það mál nr. 25 sem var heimsókn í félagsmiðstöð og frístund sem er þangað sem við erum að fara núna á þessum bjarta og fallega degi. Þar tók Jónas til máls og tillagan samþykkt samhljóða að fara, nema Jónas allar ekki með og kannski fari inn. Svo er það mál nr. 26 sem eru lokaár og lok kjörtímabils. Þar tóku til máls Hjálmar, Helena, Benóní, Jónas, Kristín, Soffía, Áki, Ingibjörg, Eiður og Katrín. Og það telst lagt fram og við lok þessa fundar erum við að fara að skrifa hérna undir ársreikning sveitarfélagsins og við erum byrjuð á því. Eru athugasemdir við fundargerðina. Svo er ekki, þá er fundi slitið.